Ég ætla rétt að vona það því að klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 1. ágúst og þjóðhátíðar þáttur FM 95 Blöð byrjað hér á Tanganum. Alvöru, það eru stemningsmennirna fyrir utan sem að voru að henda í, hvað heitir þetta shit? Konfettisprengjan, leið og þátturinn byrjaði. Já. Vel gert. Já, þetta var vel gert og drengir, eftir alvöru sumafrí í mánuð. Já. Hvernig gírinn á mönnum? Já, þetta er hættulegasti þáttur ársins, segja margir, og svona fyrsti þáttur eftir frí, þetta er fyrsti þáttur, hann er á þjóðhátíð og það er stutt í dæluna á Tanganum. Dælan er eiginlega bara á borðinu og mér finnst samt svona flestir vera að býja eftir því að aðtöga hvernig standi Egill er. Hvernig gilsar? Mér finnst meira að fyllibittum en það núna en í fyrra. Já, en veistu það, Egill, oft bara nú því að við ljúgum ekki á hlustundum. Ég hef ofta haft áhyggjur á þér fyrir þennan þátt. Ég hef meira áhyggjur að sjálfum mér núna en þér. Ég held ég sé búið með fleiri en þú. Já. Það gerist ekki oft, ég ákomin í síðan bara í dall. Við höfum vanalega tekið 10 bátinn. Já. En nú tókum við 12:0 bátinn. Þannig að við erum 2 klukkutímum á eftir áætlun í keyslunni. Já, en hún er að koma, Já, það er fyllibittur fann að segja, vil ég jaga? Vil ég jaga? Það munum koma svona 60 jager skot á borðið meðan við erum að taka hana þáttu. Ég gæti hafa verið að panta fyrir okkur eitthvað sem fyrir þetta. Einmitt. Já. Og með þess að Steindi pantaði jager utan fyllibittur og sræðis. Hversu fyndið að sáðu Rikka G, okkar besta mann. Já. Hann er konið blackout. Ég kann að meta svona kerslu. Já, málið er að Ég er ekki komin í blackout. Ritchie er á keyslunni og það ég kann að meta. En veistu hvað fyndið? Hann er sem sagt, hann á flug bóka núna klukkan 6 til Akureyrar til Reykjavíkur og svo til Akureyrar því að hann er með hjólís á Grenivík. Ég hef aldrei séð mann sem að jafn mikið langa til að fluginu sinu verið aflist og Rikka G hann er komin í gýrin. Já. Og þetta myndi þig á, voruð þið ekki einhvern tímann þegar þú laugst að valla sportegi til að Mercedes klubbaðum til í var þessi 3 mánuður hérna á stóru? Það sem gerist þá er að ég er á þjóðhátíð, við erum með gig á Blönduós á sunnudegi í Mercedes Club. Og Mercedes Club með gig á Blönduós á sunnudegi í Mercedes. Já. Og ég netti ekki að fara. Er einhver hátíð þar? Þannig ég sagði við Valla Sport, það er ekki flogið. Eina vandamálið, það var blár himinn, sól og logg. Og hann sagði, hvað meinar ekki flogið? Og hann fór á netið og bara hörðu, það er flogið. Ég bara, nei, ég er í þetta, það er bara ekki flogið. Já. Varst það að reyna að ljúga umbónuðinum? Ég laug og ég mætti ekki. Og þá lendi Mercedes í hostile crowd, partíð hans fekk kveikjar í hausinn og öskraði gæja á hann. Var það Sippo kveikjar? Hann sagði, hvað er fokking hilsarinn? Og hann fekk kveikjar í hausinn. Var það Sippo? Já, nei, svona appisinu gullu gamaldags kveikjar. Já, gamli góð dipp bara eins og pennin. Þannig að Rikki ekki ætlaði heyrt í frúnni núna og sagt, hörðu ástu mín, það er ekki flóið. Það er 20 vinstið. Ég var að ljúga svo það var blár himn. Já, en málið er það, ég ætla nú samt líka að leiða þetta núna. Það er samt ekkert aðeins. Það er hlýtt, Já, það er bara, það er einhver pínu góla og nokkri drópar. Það er ekkert aðeins. Og ef það er einhver að hlusta sem er að hugsa bara hvernig veðurspáin á morgun, bara herðu, klæddu þið vel, drullaður yfir. Hún er reynda betri á morgun. Það er reynda miklu betri spá á morgun. Ég hef verið hérna á þjóðhátíð þegar ég sé tjöld fara upp með rótum yfir fjallið út í sjó. Ég hlusti ekki á þetta væl. Þetta er eitthvað smá rók þessu væli. En ég minna líka hvað flestir, ég ætla nú ekki að alhæfa og segja allir, en langflestir eru bara mættir og eru að fara að keyra í sig ég veit ekki alveg, ertu að spá mikið í ykkur smá róki þegar klukkan er 10 og laugardagskvöldi. Ég hef aldrei verið fullur og hugsað hvað leðilegt við. Þetta er að segja ég bara veit ekki sem hvernig viður, ég man ekki, ég verið þetta svona 20-30 sinum, jafnvel 40 sinum og ég fór að hugsa, ég veit ekki svona hvernig veður hefur verið ég hef aldrei pælt í því. Þú hefur ekki verið þetta 40 sinum, þú ert fertur. Já, ég er bara að vera þetta helvita oft Það er þetta góð spurning, hvað ámaður marga þjóð? Ég ætla að var, fjölskylda mín er frá Vestmannaeyjum. Þú ert getinn hérna, við hefum rætt áður þegar. Ég er búin að vera hérna frá því að tiny little baby. Þú ert í mæ, eða ekki? 13. mæ. Jú, það virðist vera. Þá ertu getinn á þjóðhátíð. Gamla settið hafi hent sér á bak á þjóðhátíð. En það er ekki víst, af því að ég á Hvað meinar það ekki víst? Nei, af því að ég á 2 stelpur. Þetta er ekkert víst, það er ekki til myndir af því. Nei, ég er að segja, málið er það, þú þarft alltaf að reikna held ég inn í þetta 2 vikum til ég frá eða svo leiðis. Nei, það er talað ef þú ert í byrjun mæ. Ég á 2 stelpur í mæ. Hefðu,
kallinn. Hörðu, 7. og 20. stað. þú þjóðatíða kall. Hvenær var ammali á Landaköðs? Það var í mæ líka. Nei, það var í ágúst. Nei, ég meina það, ágúst, já. Svo kom það í mæ. Það var alveg þjóðatíða kids eða Landaköðs. Nei, okkur grunar. Það kom með jagerbomba eða hvað að þessu liðið? Okkur grunar hvað þetta var, sko. Við höldum að getnaðurinn hafi átt sér stað og fettiskon í Flórida eins. Það er verra. Segðu freka bara, þau eru getin á þjóðatíð, sko. Það væri skára. Varstu það bundið niður í rúmi og gæst ekki hreiftu eitthvað fannir aðtrið? Nei. Það var eftir tökur, sko. Af því að þetta er svona þjóðatíð þáttur og við erum að ræða svona hluti, þá get alveg staðfest að það væri meiri líkur því að vera í klipping á þjóðatíð fyrra. Heldur en að ég hef gett lucky hérna með konunin, sko. Ég staulaðist upp á herbyggi og bara ég þakkaði fyrir ég myndi finna rúmið. En það er náttúrulega akkurat ástæðan fyrir því við höldum það, því að þú veist, yfirleitt ert að koma hérna heim, sko. Ég klára dalinn, ég þekktu fyrir það, ég klára dalinn, ég síðastur heim úr dalnum. Alltaf. Og við höfum gert það síðust ár, þannig að hérna, mér finnst ólíklegt. Herru, þið fyrir að taka núna hérna Muffineers, þið megið ekki heyra núna því að það voru nokkri snillingar sem að hlusta reglulega FN í blöð sem vildu gamla góða. Já, þá setur þið fyrir, þið megið ekki heyra. Ok, hvað taka headphone á mér? Já, taka headphone-in af og haldið fyrir eyrun, þið megið ekki heyra það því að það voru nokkri sem bentu mér á. Við fórum í hérna, í fyrra fórum við í drykkjuleik. Núna, Steindi, taktu fyrir eyrun. Ég sverða, ég mun aldrei sverja nema ég sé að segja satt að þeir heyri ekki núna. Ef þeir heyri orðin gýr, dalurinn eða bjór að þá megið þið taka sopa. Það er drykkjuleikur, það er gýr, dalurinn, bjór. Drykkjuleikur FN 95 á þjóðatíð núna. Er það okkar? Heyrðu þið eitthvað? Þetta var heldur skrítið, þetta var skrítið aðtrið. Nei, þetta var sama og við gerðum mig fyrra. Ok. Ég er semst að það er drykkjuleikur, það er svo margir sem er að hlusta í dalnum núna og eru að koma sér í gýrin. Það eru orð sem að verða til þess að þú ert að fá þér sopa. Okay. Og þið með ekki vita það því að þá var þið kannski að leika ykkur að segja það yes. Það er góð hugmynd hjá þér. En það er komin... Hvað, eigum við að gera eitthvað? Nei. Þú veist, eigum við að segja eitthvað? Nei, þetta tengist því ekki. Þetta er bara þið máttu ekki vita hver orðin eru, fattarum. Já. Þetta er ekki flókin. Ok. Hvenær eigum við að drekka? Þú mátt ekki, þetta er ekki drykkjuleikur fyrir þig. Þú drektu bara því langar til að drekka. Já, leiðu honum að drekka, ég var til að hafa hann alveg ofurölvi í kvöld. Já, ég var til í, sko, Rókadjún hérna í lokvöld. Nei, hann mætir ekki. Það er besti junior. Það er lang besti junior. Hann er hættur að mæta. Þegar Jún loksinn segir allt sem að... Hún er langar að segja. Sem betur fyrr ger ég það nú ekki hér. Þá fæ maður lestu. Ég gera eiginlega bara... Þá fæ maður lestu frá Junior. Við höfum allir fengið lestu frá Junior. Ekki sveppalestur, en við höfum fengið Junior-lestur. Það er ekki ekki sveppalestur, sko. Ég fengið á neðri hæðin á B5, hann í VIP, maður stöndi VIP, hef ekki á niðri hann, kringlótt ógiðinu hann niður á biffanum. Já. Þar fekk ég eins og rosalegasta lestur sem ég fengi á æðið minni. Hvað var það að segja? Það þekkti hann ekkert svo mikið, það er ekki svo í dag, sko. Hann vissi bara hver ég var, ég hef aldrei fengið svona lestur á þau, sko. Hvað var hann að bauna á þig? Bara lestur, álfur lestur. Hann var eitthvað, augun hann voru svört, hann var coming to the dark side, sko. Já. Ekkert verra en þú ert hann hjá Sveppa og hann er komin í annan gír. Nei, það er samt svo gaman að vera vitni á honum að gefa lestur, sko. Já. Það er helviti gaman. En sko, annars eru við með, helviti þéttan þáttverð ykkur í dag, kæri hlustundur. Það er sjálfsögur spurningkeppni, Gilsannars, hvað ertu að vinna með þar? Þetta er árleg keppni, ég held að flesti viti þetta er King of Þjóðatíð. King of Þjóðatíð. Þetta er á hverju ári þessi. Hvað er þetta þá, 12. keppnin? Já, þessi er helviti oft, sko. Þetta er það alveg oft, titill, ég er ekki svona með skorið, sko. Nei. Þetta er alveg titill að vinna þetta. Já, þú vilt vinna þetta. Já. Ég er líka með stórt, sko, því að það er nýr dagskrárliður í dag. Já. Ég var að tók sumarið, ég er búinn að hugsa nýja liði bæði fyrir blöðkastið og FN 95 blöð. Já. Okay. Og ég ætla að vera með nýjan dagskrárlið í dag í FN 95 blöð sem heitir Nefndu orð. Og ég útskýri þetta miklu betur og eftir, en þetta gæti orðið stemming. Nefndu orð. Já. Ég nenni ekki að útskýra núna. Okay. Ég útskýra þetta eftir að því ef ég segi ykkur það núna þá veljið þið kannski öðru í þessu orð á eftir þegar við förum í þetta. Já. Okay. Svo dæltist inn á grammið hjá okkur öllum að það er liður sem að er sennilega vinsalasti liður FN 95 blöð eins og hann er óþægilegur og það er að tala dónulega. Já. Við erum með þannig stemmingu þegar við erum on the road. Við erum ekki með þetta í stúdíónu. Nei, þetta er ef við erum svona í gýr, það er stutt í dæluna. Veistu hvað var eitt drauma drátturinn minn hana? Mæntalega ég að tala við Steinda eða hann við mig? Nei, Steinda talaði um mig, snúi sig þessu við. Hann að tala dónalega bara eitthvað hefur að lélur í því, hann að fer hringinn, sko. Ég er nefnilega, býtu. Stoppum maður þarna. Ég hef eini af okkur sem hefur verið fínn í því. Nei, Jú. það var eiginlega bara óþægilegt. Nei. Þú hefur lent ekkert eðlilega sjaldan í þessu. Ég hef talað dónalega. Þá var ég að segja bara, þú veist, ég var að reyna actually
ég tók þessu alvarlega og ég var að reyna að hafa þetta eitthvað, mér minni það allavega. Eitthvað sexy. Já, þú veist, ég var... Þetta heitir að tala dónalega. Ég veit það, en að tala Og þú ert alltaf næs. Ok, við erum eftir að draga og að fara í liðin. Sko... Leifum mér aðeins að segja ykkur stafn. Tala dónalega er ekki að tala, sko, ógeðslega. Nei, ég veit það. En samt, sko, að þú ert komin í svona roleplay, alveg eins og ef ég og Rakel farið með roleplay og ef ég væri slökkviliðsmaður. Þá viltu ekki vera kallaði svín, ég lofa því. Nei. Þú vilt bara vera kallaði og bara, herru, kottu þetta, helvíti þetta, ég veit ekki eins og hvað ég segja, bara ekki svín og... Nei, en það sem ég vil útskýra þeir núna, segjum að við sem komin í gýr í roleplay, þá veit Rakel alveg að ég er ekki alvöru slökkviliðsmaður. Auðvitað. Já, alveg eins og þú ert að tala dónalega og Egill kallaði svín, þá veit hann alveg að þú ert ekki svín. Hún finnst þú ekki vera svín, hann er bara að reyna að koma þér í gýrin, ekki að tala dónalega. Ég er að gera það graður og fattar ekki þessi leiku við. Það er akkurat það sem ég er að segja núna. Það er það sem ég er að segja núna. Þannig að hún finnst þú ekki ógeðslegur. Nei, blöð, ertu rugglaður. Ég veit alveg hvað leikur skýrst. Ég er bara að segja er að það virkar ekki, jú, auðvitað virkar þetta kannski eitthvað staðar, en ég myndi segja að virka ekki fyrir flesta að vera kallaði svín þarna á þessu tímapunkti. Hefur þið séð alvöru BDSM? Ég fór á fettiskó, við vorum í Steindakon að taka seríunni, ég fór á fettiskó. Og þá vera drottni við liði, þá er verið að bara láta þau sleikja bara ælu og eitthvað. Já, það er ekki verið enginn að kallaði svíni það. Ég man ekki eftir. Jú, það er tóttið sagt þá eitthvað. Sleikt þetta þarna aumingiðin, eitthvað svona, það er að tala dónulega. Þú ert alltaf næs í þessu lið. Það vona ég, Stóni, að þú verið dregin. I don't wanna finish in this game, það er málið. En ég vona, Steindi talaði dónalega um mig, ég maður skemmta með konur, þá tala ekki að setja bara með beer. Ok, þú ert til í það? Já, ég nenni ekki að tala dónalega við annarkot ykkar. Ég verði mest til að setja bara hjá og hlusta á ykkur, það er besta. Já, það er besti dillinn. Hvenær eigum við að draga? Við erum að draga svolítið snemma. Látum eitthvað að fyllir betur draga þetta. Dröðum eitthvað rand og fyllir. Leifum einhverjum að draga þetta. Bara tökum með, mesta fyllibettan er á næsta borðið hjá okkur núna sem datt á hann, það held að bara setja sér sætið hans blöð og svo datt hann og rosamt sér í síðu sko ekki góð hann sá imaginary stól sko. Ég elska samt að menn eru komin að hanga sko, það er bara að veistla framöndan hjá honum. En svo erum við líka með... Heldur það að sé að hlusta? Það er dílega og geta komið núna? Já, en svo erum við með augljósa staðreyndir. Það hefði ekki verið lengi, Steindi. Það eru augljósa staðreyndir og... Svo ertu líka með að mastera eiguna sem er eitthvað liður til þessu staðreyndir. Já, ég ætla að vera með... Mastera eiguna? Ég ætla að vera með nýja lið í dag og eða svona, þú veist, hann er ekki komin til að vera. Kannski er þetta komin... Herðu, þetta gæti verið komin til að vera. Í dag er þetta 10 hlutir til að mastera þjóðhátíð, til að mastera eiguna. Já, svo getur þú kannski verið með 10 hluti til að mastera eitthvað annað. En ég er með 10 hluti núna til að mastera eiguna og þetta eru í alvörunni góð trikk til þess að mastera eiguna og að því að fólk veit það, málið það. Þú getur ekki á þessari helgi, þú getur ekki verið að teika lífstílinn hjá næsta manni. Þú getur ekki verið að elda vinninni í einhverju drikju sem er meiri tankur. Það var margir gert mistök að reyna að elda okkur. Það er ekki hægt. Nei, þú verður bara að hlusta sjálfa það. Það eru örfáir, það eru svona 10 manns á landinu sem geta. Erpur Eyvindarsson, Sveppi Krull, Mike, það eru nokkur sem geta elda okkur. Jón Guðbrands, já. Sárafáir. Dauðinn. En þú veist, það sem ég er að segja núna er að ef þú ferð eftir þessum lista og spilar á þinn eigin líkami svo fiðlu þessa helgi, þú verður að fá þér að borða, þú ert sangur, þú verður að fá þér ef þú finnur bara, ég verður að fá mér svona 8 jagamestir, annars bara dettið ekki í gýrin, þá verður bara að gera það, en þú þarft ekki að taka næsta mann með þér. Og ég er með topp 10 lista yfir hvernig á að mastera eiguna, bæði í rally og þingu. Ég fíla það. Það er líka sko því að, herru, drengir, það má ekki gleyma því að við ætlum, það eru margir búin að spyrja út í textana á nýjasta þjóðhátíðalagi okkar, hvort að við séum að kveðja þjóðhátíð að eilífu. Sumir heldur sem að fara bara kveðja bara algjörlega eilífu sko. Og lífið. Við myndum aldrei kveðja að eilífu, en þetta er síðasti þjóðhátíðaþátturinn og stóra svið í einhver tíma. Og við höfum rætt þetta í nokkru viðtölum. Þetta er búið að vera líka, við erum ekki lengur spurði hvort sem á þjóðhátíð, okkur langar að gefa þessu pásu. Svo bara, everybody loves a comeback. Það verður einhvern tímann. Já, við mætum einhvern tímann aftur. Það er bara, við vitum náttúrulega ekkert hvernig, við vitum ekkert hvernig. Og okkur langar bara að gera geggja lag. Og málið er að, lagið er þessi dramatíski endir þarna. Já,
Þetta alveg lag sko, eigum við ekki bara að fá þetta lag núna? Eigum við ekki að taka bara hérna áður fyrir mig slúðri? Við erum á stóra sviðinu annað kvöld klukkan 23:15 sharp. Það er enga tafir á þjóðatíð. Þú mæti bara, það er bara slottið eitt eða þarna. Já. Og metan og undan okkur, þetta er alvöru partí. Ef það er einhver heima núna sem er að hugsa bara á ég að skella mér á þjóðatíð á morgun, af því að ef þú ert ekki búin að ákveða að fara núna, þá ert ekki að fara núna. Ok, ef það er einhver núna að hlusta þáttinn að hugsa með sér, á ég að taka þjóðatíð á morgun, já, Herran Heitusmjör, Ragga Gísla, F9 Blöð, Aron Kahn, þetta verður svo stórt kvöldið á morgun. Muscleboy, Dr. Viktor, Axel, Dr. Viktor, það er endalust af dagskrá. Sko, það er keyrsla á morgun. Sunnudaginn, þetta kósi, tillir þið bara og tekur singalong, en á morgun keyrsla. Og á morgun verður þetta lag tekið, ég get lofað ykkur því. Þetta er nýjasta lag F95 Blöð sem heitir Vildi bara segja. Og fólk verður að mæta á gólfið þegar við byrjum, það er bara neitt, eins og alltaf. Þetta er FM. Það held ég, þeir eru að hlusta á 3 í gír hérna. 3 í gír? Beinni, frá Tanganum í Vestmannum og drengir, við ljúum ekki að hlustundum, við erum með ískalda lætbjörna og það var að koma hérna töfra... Nei, þetta er ekki töfrateppi, þetta er Jagerbomb heitir þetta. Já. Það er staupglas ofan í viskiglasi. Álvöru. Sko, málið er að... Þetta er aðeins svo snemmt. Já, það segir þér. Málið er, þannig er Íslendingur að skýta. Snemmt, klukkan er 4. Þegar Jager, þú ert að drekka, út að setja hann í viskiglas með vel að klökum. Strákar, ég nefnir ekki að hlusta það. Drekkjum það. Fáum okkur þetta. Byrja þú einum og svo tökum við í stöðu. Nei, við fáum okkur sama Blöð. Allavega hérna. Já, en er þetta sopið? Egil ræður ekki við þetta. Egil, kottu í þetta líka. Ég ræði ekki við þetta. Jú, hættu svo við erum að koma tilbaka eftir frí. Já, ok, er þetta allur? Þú veist að restin af þessu er orkudrykkur. Ég held að dreipið þig ekki. Það eru svona, það er ekkert eðlilega vond útvarp bara að drekka bara. Vá, auðvitað. Já, ég mun klára þetta. Herru, þú ert ekki eins og búið með þinn. Nei, það hætti að Þú tókst ekki sopa þessu stendi. Herru, klára þetta, ég skal klára þetta núna. Klára þetta. Vel. Stendi, ekki á svo mikill aumingi. Wow, Blondell, pakkaði Herru, saman. við ætlum að fara í slúður hér í F95 Blöð. Já, Steindi búið með sinn. Átt svo lengi að drekka þetta. Af því þetta er bara eitt staup samt. Og þetta er onni bara mjög djúpu glasi með fullt af öðrum Þetta er vökkum. svo að þamba mjólkuglas. En Herru, þetta er tilbúin í slúður, drengir. Já. Hvað er það? Sko, ég veit að ég er nefnilega með þannig slúðupakka. Ég er með layer on layer. Ok. Af því að það hefur ekki farið fram hjá neinum að Justin Timberlake, hann var vist greindur með Lyme disease, eða Lyme sjúkdóminn. Já. Ok. Og þetta er eitthvað sem að Steindi er mjög hræddur við. Ég er búin að tala um þetta í mörg ár að þetta er skóamítill, bara fyrir fólk sem er ekki að kveikja á þessu, þetta er skóamítillinn sem er út um allt. Bara að þú ert í frisbygólu á Klambratunni, diskurinn fer inn í runna, ef þú fer að tegja það eftir honum, þá getur þú komið tilbaka með taugasjúkdóm. Það er staðan. Þetta er staðan, ég er ekki að finna þetta sko. Nei, en það var það ekkert fyndið. Þetta er taugasjúkdóm. Þetta er Lyme disease. Hvernig hann orðaði Það er bara að finna hvað hann er nógið. Hann er mættur þetta skómíl. Ok, fyrst við erum að tala um mítilinn, þú ert að passa á því að hann þarf að spynna sér í eitthvað til þess að mítilinn komist inn. Til þess að ég er aldrei með úr, þeir nýta sér úr mjög mikið. Hann þarf að spynna sér í eitthvað til að komast inn í þig. Já, en svo snýst þetta líka um hvernig þú kippir mítlinum úr. Já. Þú getur ekki bara tekið gamla góða selbitin á hann og skilur hann eftir. Steindi, nú ert þú mjög nógjaði maður. Hvað myndir þú gera þú myndir sjá mítil á þér? Ég myndi taka leigubíl, beint upp á heilsugæslu, fá að tala á lækni og láta hann taka þetta með alvöru töngum. Já, ok. Ég held að þú myndir bara kveiki handleggnum á þér. Eða það. Það er bara alls ekki ólíklegt. Bara höggva handlegginn á þér? Nei, bara ef þú sérði einhverja pöttu sem er orðin einhver svona bolla á hendina, er búin að sjúga eitthvað drasl úr þér og er einhvern veginn svona skrítinn og með eitthvað inn í þér, bara basically þú sérð pöttu fitna þá verður þú að fara, held ég, með þetta eitthvað. Já, en sko þótt að sé ekki nema til meindireiðis eða prest. Ok, ég nenni ekki að ræða þennan mítil lengur. En vitið þið samt hvað conspiracy theory er? Það er verið að tala um að þetta sé núna orðið bara svona þægilegasta afsökunin ef þú ert að drulla á þig á tónleikaferðalaginu. Af því að sko Justin Bieber þetta er forma illa. Já, Justin Bieber átti eitthvað lélegasta bara ángríns, bara lélegustu tónleika sem ég sé. Við höfum oft rætt þetta þegar við fórum í kórin. Í kórnum, hann endur sig ekki. Sorry, það er bara að beerbong í gangi á bakvið blöð. Það er erfitt að fókusa sko. Það er guður í vúrstblöð, ból og að rannar að taka. Þetta eru stemningsmenn.
Ég er að taka mynda þessum. En sko, það sem við verðum að tala um núna er að eftir að Justin Bieber kláraði þann túr að þá kom hann út með þá, ég ætla ekki að segja afsökun, kannski var þetta bara rétt og hann sagði Hann var bitinn af mítlinum. Ég var bitinn af mítlinum og ég er með Lyme disease. Hvar fekk hann mítilinn? Það er það sem ég set strax Hvað meinar það? Ég meina, hefur þú séð hann í frisbeególfi? Hann fari ekki í garð? Nei, ég meina, hvar lendir hann í skóa mítli? Justin Timberlake. Nei, Justin Bieber. Ertu ekki að hlusta? Nei. Ok, ef þú hlusta núna Steindi. Já, Bieber var líki í þessu. Já, núna er að koma með Justin Timberlake. Ég held að ekki farið fram hjá neinu sem að kíkja inn á TikTok. Hann söng engin lög. Það er bara, þetta er orðið svona væral á TikTok. Hann bara lét alltaf árundu syngja öll lögin. Og var að dansa. Er hann ekki samt ennþá með rödd og svona? Jú, það var verið að rakka niður fyrir bara, hver heldur tónleika og lætur alltaf, þetta var orðið bara væral. Og eftir það, eftir allan skítið sem hann fekk, þá er hann líka komið núna og segist vera með Lyme disease. Þannig að núna er verið að svona spá í því bara, ok, er þetta orðið bara svona heitast afsökunin, eða þú ert að skýta, til dæmis ef við erum á sviðin á morgun Drullum. og erum hræðilegir, bara ógeðslega fullir. Þá er þetta að segja bara, við lendum í mítli. Já, þá getum við sagt bara, sorry með tónleikan í Eyjum, við erum allir með Lyme disease. Ef við vita það að mítillin væri hérna og aldrei komið sko. Þú getur sagt það sko. Mítillin er hérna. Hann er hérna. Það er málið. Þetta gengur ekki út á mítilinn, Steindi. Ég lofa því, það er íslenskt fólk sem hefur lent í mítlinum. Það er íslenskt fólk sem hefur lent í skóamítli. Ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um bara, núna er þetta orðið svona afsökun hjá tónlistarmönnum. Já, en svo náttúrulega Við höfum ekki klikkað, ég er ekki áhyggjur af okkur sko. Við mætum ekki eins og Bieber og Timberlake með Siko og sviðið og mætum prepared. Þetta verður stærsta sjó okkar allra tíma. Gefum okkur það að mítillin sé að býta báða Justinana sem er mjög ólíklegt. Hvað Justin er eftir þá? Justin Theroux. Já, hann betur líka. Það er rúglega, ef að næsta seria hjá hann er ömulega, þá var hann rúglega með mítilinn. En pæli hvað hann er dreifður. En ef þetta er rétt, pæli hvað hann er dreifður. Já, en sko, pæli hvað þetta er orðið vinsæl patta. En nú verður ég að spyrja ykkur. Nei, þetta er ekkert vinsæl. Nei, ég segi, ef þetta er rétt, þá pæli hvað þetta er orðið samt vinsæl patta, án gríns. Þetta er alveg stór máli ef þetta er þannig. Já, en vissu þið af þessu Justin dæmi að hann var ekki að syngja því ég held að nánast allir sem er að hlusta núna vissi það. Ég er ekki á TikTok. Þú ert að uppdata með þetta info. Ég var svona fyrir 10 ára síðan var ég bara einn harðasti Justin Timberlake maður sem þú finnur á Íslandi. Já, ég veit allt það. Hann er bara okkar maður. Það er bara ekki til liðra. Og hann líka verður að leiðilega líka. Það var alltaf að segja að hann var í fáið. Það er að vonda. Svo náttúrulega líka hættulegt að einhverju 340 trúðar á Íslandi heyrum af því að Hollywood-stjarna sé fáiði og við bara, já, hann er fáiði. Nei, það er líka skrítið, sko. Þetta er búið að koma nokkrum áttum, en auðvitað, við veitum ekkert. Þetta er búið að koma mörgum áttum, já. En næsta slúður, og það er eitthvað sem að Steindi Junior bað mig um að taka fyrir 4 vikum síðan. Er þetta Ben Affleck og Tepokkin? Já, það er sem sagt, sko, það er að koma út bók um Gwyneth Paltrow. Mér finnst þetta bara svo spesfrétt. Hún er að opna sig alls konar hluti. Það er verið að skrifa bók hann. Ég veit ekki hvort hún sé að taka þátt í þessu. Ég náði ekki að lesa þetta nú vel að stóð ekki þar. En þar kemur fram að sem sagt, þegar Gwyneth Paltrow og Ben Affleck voru saman að þá var hennar uppáhald að hann var að tepoka sig. Og útskýrir aðeins. Nei, það er kannski börn í bílunum og leiðin eitthvað fyrstan helgina. Ég held að vita hvað það er sem er að hlusta. Kannski ekki allir, en jú, útskýrir þetta bara. Ég held að þú þurftu ekki að ef það er búið að ferma þig, þá veist mér helviti líklegt og viti hvað þetta er. Þetta er eitthvað svona, já. Þess vegna langaði maður að spyrja bara, slúður er ekki meira en það þau, en hafið tekið tepokan? Ekkert er alltaf farið beint í þetta. Við ræðum okkur hérna. En ég er að segja, nei, ég bara ætla að spyrja slúður eins fyrst. Mér finnst þetta svolítið, mér finnst það sérstök frétt. Mér finnst það líka. Þú sendið mér hann þessi. Ég er búin að geyma hana hérna. Ég senda hann á því að ég sagði, þessi hefði nú verið í slúðurinu, hefði verið með þátt í dag. Þetta kom sérst á föstudaginn síðastaginn. Já. Og mér skrítið að setja þetta í ævisögu sama hver. Já. Ég veit ekki hvort þetta er ævisagan hans eða hennar eða hvað sem. Þetta er hennar, þetta er Gwyneth Paltrow. En ég meina, þetta er heldur persónulega. Stundum þarf að halda ykkur ok, við hefum rætt þetta nokkru sinnum, hverju færi illa úti um til að gefa út ævisögu. Já. Þið færu hræðilóti minni og ég ykkar. Þú færi bara viðbjóðslóti minni líka. Það er bara þannig. En ekkert eitthvað þú veist. Viðbjóðslega. Heyrðu það? Nei, ok, eins og þetta er ekkert gróft, en þetta er samt svona Þetta er til að selja bækur. Já, ef ég var í fyrirvændi Gwyneth Paltrow að ég sendi en SMS herðu, gæst ekki sleppt tepókunum er þetta eitthvað sem að fólk þurft að heyra? En málið er að þú þarft alltaf að selja bókina og þú þarft að setja einhver smá hita aðn út og þau hafa ákveðið að hendi tepókahitan. Ekki þau, bara,
Ég held meira þess að Gwyneth Paltrow sé ekki að gefa út þessi bók. Ég held að þetta sé ykkur sem var aðstofamaður hennar. Sá sem gaf út bókina, Já. hann er hugsað, ok, ég verð að gefa út eitthvað krassandi, bara svo fólk vita bókinni og það komi ykkur frétt bókina. Þetta var bara, við erum að tala um þetta núna hérna á þjóðhátíð. Og það sem ég er að segja er að það sem kom út af þessu var tepókin. Það er það mest krassandi dæmi í bókinni Eins og já. eins og er. Herru, Þetta er svolítið innantóm bók. Já, en Maður heyrir það. þessi jagerbomba er að fara beint í hausun á mér. Er það ekki? En ég held að við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan. Svo ætlum við að fara í strax eftir auglýsingar. Já, ég ætla ekki að segja ykkur það strax. Það fyrir í splunkunni í dagskráralið. Þannig að byrjum á auglýsingum og svo er nýjasti liður F95 blöð hér strax eftir auglýsingar. Takk. FM 957 Já, þjóðhátíð byrjar hér. Hún er byrjaði í gæra á húkaraballinu. Það var sturlu stemning þar. Herru, veistu hver var að koma að heilsa upp á mig? Níels, þetta var grjóthart. Það er eitt þetta sem er í Níels búningum. Þetta er geðveikt. Ég verð að gefa henni það er stemning hér á þjóðhátíð. Það er alveg stemning. Herru, það má ekki gleyma því líka, þjóðhátíð. Það hefur alltaf verið svona hefð fyrir því að fólk og vina hópar sérstaklega er að mæta í búningum. Já, ég hef aldrei tekið búning á þjóðhátíð. Nei, það er... Egil, þú ert múin að vera þetta oft. Þú ert ekki búning á þjóðhátíð. Nei, við mættum þessi special made jökkum sem við mertum, en ekki... Hvað stóð í jakkanum þínum? Það er heldur langt síðan, en það stóð Gils neggar á honum. Þetta er svona, þetta er sama tíma þú varst hérna með Sverri Bergmann held ég og án þín, svipuð tíma. Þannig að þetta er been a while, sko. Ég gleymi aldrei, ég fór á þjóðhátíð 2001 í fyrsta sinn. Þá var besta veður, það er ennþá í dag, er þetta besta veður í sögu þjóðhátíðar 2001. Ég var svo spenntur, ég hugsaði bara strax eftir þjóðhátíð, bara ákveður hefur ekki verið þetta bara síðustu 5 ár. Árið 2002 var besta veður í sögu þjóðhátíðar og það, sko, þetta veður er bara djók við hérna. 2001, þegar þú varst hér blöð, þá var ég í Eldborg. Það var 2001. Ég held þú að bara með duttu, þú talar alltaf um þú sést svo miklu yngri. Nei, ég er 4 árum yngri. Varstu 17 ára? Nei, ég var yngri, þá hefur þetta verið 2000. Já, sko, ég var 21 árs. Eldborg var held ég 2001. Nei, já, þá hefur verið 17 ára. Já, exulis. Þú kannt að reikna það, ekki? Nei, ég meina, ég vinn þetta á FM, ég ekki verið með ómikla kröfur. Áður fyrir mig nýjasta lið F95 blöð sem að hefur aldrei verið farið í áður. Það skulle bara klára að draga. Ég fór að hugsa ef ég á að tala dónalega við ykkur eða eitthvað, þá vill ég vita við hvernig ég á að tala. Já, það er líka gott að preppa þetta aðeins, svona. Þeir eru ofdruktin hérna, bara höfum þetta bara þægilegt. Egil, Steindi, treystur þú allir til að draga, vil ég draga? Nei, ég treystur hann ekki. Ok. Ekki eftir allt sem hann var að segja á hann. Ok, byrjað þú þá bara. Hérna, dragðu. Ok, við erum ákveða. Hvað sagði ég á hann? Ég veit það ekki. Þú varst að tala um að Fyrst sá sem les. Sá sem les? Já. Sá sem tala dónalega, mennur við? Já, veist já. Sá sem bara... Sá sem tala dónalega. Ok. Það er að semja þetta og skrifa þetta niður, svo lestu upp á þetta lagið ekki. Ég meina, hvað hefur hálftíma með það? Sá sem tala dónalega. Þetta vil ég sjá Steindi. Hver tala dónalega? Það er Egil! Nei, hún lígur, maður sjá þetta. Egil tala dónalega? Hún lígur þessu. Æ, for the love of God. Taktu mig það. Ertu lígar eða? Ég nenni ekki að fá Ég nenni ekki að fá eitthvað bold piece of shit. Þetta verður að vera undir núna. Er ég cursed í liða? Já. Ok. Veit ég hvað ég vil fá en Hvort langar þér að tala dónalega með mig eða Steinda? Ég veist, það ég held að því að segja bara bold piece of shit 10-12 sinnum. Já, gaman. Já, en svo segir ekki bara í sig feitt svín svona 13 sinnum og málið þetta. Ekki, hann hefur ekkert alltaf herðu, Steindi. Sagt hann. Jú, alltaf. Þetta er Steinþór. Þetta er ekki málega. Þetta er a dream pick. Við þurfum að fara að breyta fyrirkomulagi hvernig þetta er dreigið. Þetta er ekki a dream pick. Jú. Þetta er alls ekki a dream pick. Fyrir lið vantarlega en ekki fyrir mig. Ekki fyrir mig heldur. Draumi fyrir mig og ég held meira að þetta sé draumi fyrir hlustum. Ég veit eitthvað, mér er saman með það. Já, þú ert komin í þannig gýr. Ég er bara komin í gýr. Já. Ég er bara... Þú ert komin í þjóðhátíða gýr. Ég teki þetta bara á kassan. Það er líka málið svo einfaldur þú situr bara hana og færð setningar á þig. Egil sagði hann var alveg til í að vera annars. Já, það er að sé, ég var til í það. Það er að búa eitthvað bull til. Það er ekki veistla að hafa sitt undir þessu, en ég er bara í gýru núna. Já. Herðu, þá ætlum við að fara í nýjasta lið FM95 blöðdrengir. Eru tilbúinir? Já. Þessi liður heitur Nefndu orð. Og nú erum við með penna og blaði hérna fyrir fram að með svo alltaf. Okay. Þannig að ég ætla að byrja þér Steindi. Nefndu eitt orð. Stemningsmaður. Nei, það eru 2 orð til að byrja þannig. Kóttu með eitthvað bara svona Kóttu bara með eitthvað eitt orð. Svona helst krassandi orð. Krassandi orð? Já, þú veist, ég útskýrði þetta eftir svo. Kóttu með eitthvað svona eitthvað statement.
Aumingi. Aumingi, ok, félagann. Aumingi, gott, já. Egill. Titlingur. Ég var að hugsa Hvað er að því? Hvað? Má ég breyta í ræpa? Nei, það er aumingi, titlingur, ég ætla að segja viðbjöður. Ok. Hvað skona leikur er þetta? Það er einhver ný leikur á blöð. Já, herru, Skemmtilegur. við byrjum á Steinda. Já. Nú þurfum við allir þrír Já. að fara á messengerinn hjá okkur. Ok. Farðu inn á messenger. Og í þar ég að skrifa aumingi á einhvern veginn. Nei, farðu inn á messenger núna og hérna sem þú searchar orð. Já. Skrifaðu núna aumingi. Og allir sem er að hlusta endilega tjekkja á sig. Þá sjáu þið hvenær þið skrifuðu síðast aumingi. Þannig að þú ferði inn í... Nú fáu allan dalinn og ferði bara allan með hérna okkur. upp í messenger, search aumingi. Skrifaðu aumingi. Aumingi. Kemur aldrei mikið að niður. Já, kemur slag. FN95 blöðgrúpan poppar upp. Já. Fyrst. Ok, Steindi, þú byrjar núna. Hvað er það fyrsta sem kemur að þér? Sko, ég er með 12 matched message í FN95 blöðgrúpunni sem kemur efst hérna, sér. Hún kemur alveg efst. Já, farið þú inn í hana. Við erum allt sama þar, er það ekki? Já, ok, Steindi tekur það þá. Ok. Lestu, hvenær kom aumingi síðast upp hjá þér á Messenger? Mér sýnist að vera klukkan 14:37 í dag. Ó, Ok. hvað var það? Sko, hvað... Það voru að lesa það? Í dag? Hvað er þetta eitthvað viðbjöður? Nei, ég er að ruggla, sorry, þetta er 22. júni. Ok, og hvað stendur? Þá ertu að lesa skilabóðin frá hverjum það er og til hvers. Sjá, byrju. Í hvernig bara samhengi var orðið. Já, ég er að reyna að finna þetta, íta þetta. Þetta er ekki flókið. Jó, ég er búinn að íta, það er svo hægt að lótast. Það opnast ekki hjá mér. Ég er búinn að finna þetta, alveg svo hægur, sko. Ok, Þessi ég er er líka, mitt- er þetta ekki að Wi-Fi eða? Wi-Fi? Sko, Hvað meinur þú? Ertu á Wi-Fi? Hann er að tala um 22. júni. Byrju, auðvitað, ferðu, lappar inn á kaffihús og ferðu, herru, hvað er hérna Wi-Fi þetta? Auðvitað. Þetta er þegar að... Hæ? Ertu rugglaður? Þú veist að þú átt aldrei að gera það, Ég er á 4G bara, sko, ég er ekki á Af hverju ertu á Wi-Fi inn á okkur kaffihúsi? Hæ? Af hverju ertu að byggja Wi-Fi þetta? Erum við á tanganum, hvað? Þú bara með- Þá er netið betra. Svona er hann hakkaður. Hann fer á öll Wi-Fi sem hann getur fundið, sko. Ertu bara að leita opnu interneti hér og þar og byggja um einhverja Netflix skemm hérna og... Ef það er lélegt net á staðinu sem ég er inna, þá spyr ég, er þið með Wi-Fi? Af því að þá er ég með hraðara net, er það ekki bara eðlilegt? Herru, ég er alltaf búinn að opna þetta. Ok, opna þetta þá. Ég hérna... Hvenær kom orðið aumingi þegar síðast? Það stendur hérna, Egill segir þetta. Já. Hann segir, ég er chicken. Já. Þetta one-on-one moment í dag, það var Nei. momentið alvöru aumingi. Já, þetta er þegar ég þorði ekki að spyrja Matt Damon ég þorði ekki að segja Matt Damon þetta er það. huge fan kennaði fóri, þorði ekki að segja það var auðmík. Þannig að það er aumingi, það kom síðast á þér á Messenger. Það er á undan þessu, þetta er svolítið skemmtilegt. Þetta er nefnilega góður liður, sko. Egil segir því, ég þurfti að fá blöð með mér þetta ég viðurkenna. Ötti segir næst, tók mér 20 mínútur að fá Gerald Butler til að leika með mér í story. Egil tekur kall með svita, svo segir hann, ég er chicken, þetta var one-on-one moment í dag, það var momentið, ég er alveg aumingi. Ég er bara ekki á góður í þessu blöð. Hvenær kom aumingi á þér síðast fyrir utan eftir blöðum? Sko ég er með hérna á Elmar einkaþjálfari í sporthúsinu, það var eitthvað einkaþjálfarpartí. Hann beilar öldu oft á þeim og ég sendi, ertu aumingi á hann. Þannig að þetta kemur til dælu oft hjá mér að ég er að leita eftir þessu. Mitt er á Mæju systir, af því að ég er að dobla hana að koma yfir á þjóðatíð á morgun. Ég skrifa hættu að vera alvöru aumingi og það virkaði því að hún er á leiðinni á morgun. Já, vel gert. Herru, þá fyrir við í næsta orð. Þetta var bara að heyra með þessu aumingi. Já, nú þurfa allir sem er að hlusta að fylgja og fara inn í Messengerin og tjekka á þessu. Það er orðið hans Egils sem að ég held að sé ekkert allir með þetta orð. Þetta kemur ekki oft hjá fólki, sko. Titlingur. FN95 blöðgrúpan poppaði. Sko, ég veit að hvernig... Hjá mér kom hérna AC 2025, ok? Já, sko, ég veit að hvernig þessi leikur væri, ég hef ekki sagt eitthvað annað, sko, en Þá byrja þú, Egil. Býtu, ok, sko. Ég get það, sko, þetta er hérna, sérstætt atriði hérna sem er að... Sérstætt atriði, þetta er skrítið. Þú voru að lesa. Þetta er vel steiktur leikur. Sko, í AC-grúpunni sem poppar hérna upp, þá segir Sverrir Bergmann þetta er svo titlingur með nögl. Já, það er puttin á Átnagir. Nei, á Huga. Sko. Nei, þetta er puttin á Steinda. Það er sjá. Sérðu, Steindi postar mynda sinn með good light, sér þessar mynda hér og þá skrifa Svessi, þetta er svo titlingur með nögl. Þetta er... Þetta þurfa að sína myndina. Ég er ekkert með eitthvað lengri þumalfingur en aðri, sko. Svo líka hérna, svo poppar upp önnur hérna á Huga Halldórsson.
Hann segir hérna neglum bara tíma og ég svara hljómar eins og titlingur hvaða tími dags væri þægilegt fyrir húgimenn. Ég veit ekki hvað ég segi hvað hljómar eins og titlingur. Því það hljómi vel eða hvernig staðan? Já, veit það ekki. Það var það síðast orðið drengir og það er viðbjóður. Hendið inn á Messenger og þeir sem eru að hlusta. Við vorum eiginlega allir sama út af AC-grúpunni sko. Viðbjóður. Já, það kemur FNÍFN blöðgrúpan poppar upp í það. Efst sem er. Þetta er sko næstu hundarlið. Þið veit hvað það snýst um. Allir segja eitthvað annað en titlingur eða auðmikið sko. Hvað kemur þér, Steindi? Má sjá. Veitu, ég er að opna það. Ég kom með mitt Mér sýnist þú vera að segja það í FNÍFN blöðtjættinu. Síðasta sem ég skrifaði er eftir 45 ára afmæli mitt og ég sagði þessi þinga er alvöru viðbjóður. Það er síðasta af mér. Það var ég vel þunnur eftir afmæli mitt í sumar sko. Þarf ég að fara að opna netið hérna þegar ég er alveg svo lengi að opna þetta sko. Já, það er líka alvöru viðbjóður. Er ekki 5G hérna? Það sem þú ert að reyna að opna er alvöru viðbjóður þetta stendst. Það var veðrið. Já, ég er að opna það. Þú ert að betra netin ég. Já, að því ég er á Wi-Fi. Já. Fullorðinn maður. Já, þá færðu spampósta í viku og... Hvað, treystur ekki tanganum eða? Jú, ég treyst alveg tanganum. En málega er að þú færðu opin net, þá færðu að fá spampósta og útlæð símtölu að ringi þig og færðu allt þetta. Hefur aldrei farið til útlanda og farið á hótelnet í 5 minútur til að redda þér eitthvað og allt í hennu farið útlensk spam símtölu í 3 vikur eftir það? Nei. Það gerist þegar þú farið á opin net. Ég treyst stenda þessu. Býtu, ferð þú ekki á Wi-Fi á hótelum eða? Ég fer aldrei á Wi-Fi neins. Þá nota ég bara svo VPN koncept til að blokka drasli sko. Býtu, er ég ruglaður? Já, ef þú ferði einhvers staðar á opin net á 3000 manna hóteli þá byrjar það bara að fá spam símtöl og spam tölvupost í 3 vikur en þú nennir því, þá náttúrulega gerir það bara. Já, ég hef bara ekki fengið það en hef farið á Wi-Fi, ég veit ekki með nýjan lið. Þarf ég að uppgreita nýjan liðin eitthvað? Voru það Nei, já, ég hef bara virkilega ánægð með það. Flókin, sérstaklega ef að netið er lélegt á stóni þá er það mjög hægur. Hann fann það, ég er sneggri sko. Hér eftir, já, bara stutt og stund fyrir við í spurningakeppni Gilsarans og svo ætlum við að tala dónalega, þú ert að fara að undirbúa það. Já, klárt. En já, sko, við ætlum ekki að gefa mikið upp sjóið á morgun en það er eitthvað sem segir mér að við opnum á þessu lagi. Tónlistarstöðin FM 957. Hver er sá besti? Það er nokkuð ljóst hver það er, drengir. Það er okkar besti maður hann upp á Jesú himnunum. Er það ekki? Það væri nú gaman ef okkar maður myndi sína okkur stóru gulu hlussuna hérna. Já, ef hann er að hlusta. Við sömdum lag sem við töluðum að hann væri bestur. Hann er nú lunginn með pensilinn stundum, okkar maður. Hann má eiga það, en það er hins vegar komið að daska. Herri, sko, Pétur Jóhann er komin í alvöru gýri á borðinu. Ég er að horfa á Pétur Jóhann sitjandi inn á tanganum með sólgleru í alvöru gýr, djöfullega gaman að þessu. Hann þarf að setjast inn eftir smá stund. Já, sko, ef við býðum aðeins þá er meira komið í hann og meira komið í hann. Gef honum hálftíma. Erum að tefja hann? Ég veit það, ég sé hann er að taka stóra sopa af Good Light. Takk aðeinsla. En það er hins vegar komið að dagskrálið sem heitir Spurningakeppni Gilsarans. Já, King of Þjóðhátíð. King of Þjóðhátíð, þetta er eins og ég sagði hann, þetta er titill sem maður væri til í að fá. Já, ég eftir að fara í gögnin og sjá hvernig þau farið. Ég myndi halda að það væri með einhver jamt sko. Ég er ekki náttúrulega leiðilega, það er öllum sama held. Hvernig þau farið síðust ár. Heldur í alvöru að segja eitthvað, þú myndi segja núna að 7-6 og eitthvað væri bara, alveg er spennandi. Já, samt, ég myndi halda það, Ekki margir að pæla í þessu sko. En ég held þessi 50-50 í dag, ég renni fljótt yfir þetta. Heldur þú að setja bara að benda á einhverja penisa í daln? Ég veit að Steindi líklegri hann. Anskotin sjálfum maður. Það er líklegri en blöðurinn. Ég er að reyna að hugsa bara í hvernig sami geta var að hægt. Já, það var eitthvað sem míga eitthvað. Heldur það myndi benda á hann? Ég veit ekki, ólíklegt það. Ég get lofa þér að harðasti sundlöfur landsins myndi ekki einu sinni gera það. Harðasti sundlöfur, hvað meinar? Því hann að tengja þetta við sundlöfur. Þú ert ofta á brunni og það er vatn og fólk er eitthvað að baða sig. Nei, fólk er ekki að baða sig hérna í ánni hérna, sko. Ánni? Það er ekki á? Nei, hérna í vatninu. Þú veist, pollinum, það er enginn að baða sig í honum. Heldur þetta sé áhald í dalnum? Nei, ég er að segja, þú veist, sama hvað þetta er hellingur af vatni. Já, þú veist, þetta er bara saman lítið komið. Já, tjörn. Þetta er ekki á? Árórðið sem ég var að leita. Tjörn. Það er enginn að baða sig í tjörninni.
Og ef einhver væri að baða svo tjörninni þá var ég ekki að benda á einhver penis og segja að Má fara ég í spyrja föt núna einu hérna Steindi og þetta er ekkert endilega bara tengt því þegar þú sundlega vörður af því að Egill alltaf með þessa spurningu núna ég er núna ógeðslega þreyttur á henni ég en núna bara- bara ég er komin í gíra þjóðtíð en ekki að pyrra með henni Nei, ég ekki heldur Hefurðu bent? Nei, ég er ekkert að benda Hefurðu bent, hann vann við þetta Mörg ár Það haldi að ég sé Ég byrjaði svo að vinna með bent Já, hörðu, hörðu, vó Það var rosalega blöð Það verður tekið- Master of words 14 ári sjónvarpinu Nei, út af En, ok Ok, 0-0 En ska, þú er líklegri Steindi en þú fari ekki búnt Já Hefur Áttu að væla Gella lík. Ég er bara, þetta er bara Já, komdu nonsens Já. Hefur Gella sagt við þig í brekkunni Býta, hvað það byrja snemma. þessari Alltaf þessari með 2 Hvað viðbjörðu framöndan? Nei, í alvegni Hvað er að gerast á eftir ef þetta er með 2? Það hefur engin Ég lofa Ég verður að heyra spurningu Já, Kannski ef Ég ég þarf ekki að heyra Kannski ef ég lendi þessu En, Ok. Ef heitir þú Steindi eða? oh my god Steindi Fokki Junior er aftan á mig, hvað er að gerast þetta með? Úff Vilt að segja þetta Ef þú fengið þetta þá færðu Þetta er svo vond a point Nei Ég kann reglunar í leikniðinum Já. En, Ég hef ekki lendi þessu nei, eðlilega ekki Aldrei hægt þetta Nei, Hey, sjó Og sagði líka aftur Hvað bara í dalnum Eða sagði hann á Nei, þjóðtíð í brekkunni Já, í brekkunni Ekki dalum, það þarf að vera í brekkunni Já, væri það ekki ólíklega heldur ef þetta væri upp á til dæmis á- ólíklegra Ég held- Þetta er allt ólíklegt Ég held væri ég hótel- bara að gefa Steindar punktana Þetta er örugt bara 1-0 stóni Mér finnst þetta- Nei En ef þetta væri á þjóðtíð snindi Auðvitað ekki Heyrður þú setninguna? Ég bara vona engin Það er okkar næsta Heldur þú rífið úr og ofan í teknotjaldinu Nei, Það er mjög algengt þar að flestir eru byrju ofan það Já, sammála því En nei, það er ólíklegt Stóni nei, minnst ólíklegt Heldur þú rífið úr ofan á sviðinu snindi Já, Já já, ég held ég gera það Af því að ég er bara í þannig gýr Heldur þú munir sturlast Ef einhver kallar á þig þú átt að kamri að hæja þér Þessi er ný Já, þessi Það fyrir töðunum þeirra að vera að kalla Nei, Já. út af því á kamrunum Já. þá er menn að labba Já. þér að berja hurðina og búin já, auðviki það myndi fara í töðuna mér Því ég veit alveg, ef ég myndi fara á kamar Hérna Þá er ég að fara, þetta er in and out operation Ég er ekki að fara að taka upp síman og chilla og aðeins að Þú veist, ég Þetta er væri svolítið að halda sér andunum og koma svo út Já, þannig að ef einhver er að berja hurðin á meðan það er Þá er ég held í fín Sko, En það var hrikalegt þegar blöðmætti það Því að hann sagði nafninu já Hann var að öskra nafni Hann var að segja öllum á hinum básunum Hver væri að En ef hann myndur labba og segja Steindi, eitthvað er búinn og berja Já, þá væri ég alveg væri blöð Please, ekki aftur Ef það myndi gerast í kvöld, þá myndir þú hafa humorfríðu Já, já. Það er 0-0 Já. Það er sjúið, gjöld sjúið í þessu ár Ég er bara Spurningar spurningan eru Ok. skrítnar Hefur þú montað í dalum og samtir textan án þín til að fá gellur Og næsta er að svaraði já Það er ókið Það er ekkert ógið Já, þetta er hæðilegt En jú, 2001 að labbaði um allan dalinn að monta með þessi vonum að ég er þið lucky Það gerði gegn Ha? Gekk það? Nei, ég var einn alla helgina Ég get staðfest það beit enginn Hörðu, En þú, Steindi? það er 3 eftir það Nei, það er ég að svara líka Já, Þetta ég- er óvíslega ekki til mín Nei, menn þú veist þú Já, ég segi nei. Er ég komin yfir? Já, Já, 1-0 fyrir 1-0 fyrir blöð Blöð. Það er aldrei skora svona illa í neittni keppni sko Hafið verið það mökkaðir í brekkunni að það hefði sett tínt lyklunum að gistuhúsinu gert þig, þína fjölskyldu og vinnufjölu að fíbli Já, En ég veit um einninni ég hef gert það Það ekki? Já, og Bíddu. kendi hótelunum Já, ég var bara ekki glaður með þetta Ég, sko, málið er það, ég týndi lyklinum á hótelinu, það er bara hannig Og þetta var svona lykill eins og bara húslykill Þetta var venjulegu lykill, skilur Þetta var ekki kort Já, þú getur ekki kent hótelunum ef þú Nei, týnir en það sem lyklunum. ég kenni hótelinu að því að ég er búin að borga fullt af pening fyrir að vera hana er að ég kenni bara hótelinu vísnum það að ég gæti ekki hringt í neitt og sagt hæ, ég er að gista hérna búin að borga 150 skall fyrir að gera það Fyrir utan þá er þetta ekki hótel Þú ert á hótel Vestmanniði núna og Þetta var gistiheimili sem varst á það Já, við þurfum ekki svona að nefna það Ég er bara að segja ég hefði getað vilja hringja þá og sagt bara hæ, ég týndi lykli væri þetta að hitta á einhvern með lykil
En Ég var ef þú ert á þjóðutíð, þú ert að byrja að hitta einhvern með lykil, þá þú hugsaðu að þú veri bara aðeins að jamma yfir þig, sko. Já, en ég var on the streets af það í einhvern klukkutíma og ég get lofað eitthvað því að ég var ekki vinsæll á frúnni að vera að labba að býða. Ég hringdi svona 40 sinnum í eitthvað neyðanúmer. Og læður þau á ganginum svo bara? Ég komst ekki einu sinni inn í þetta hús bara, þú veist, inn í gangin. En það endaði með því að við gistum hjá frænda sinunus. Steindi með stig. Frænda Já, það er bara staðan. Ég þurfti að vekja mannin bara klukkan 7 morgun. Við kláruðum Akkur passar ekki leikinn? Af því að shit happens bara. Ég bara Ég er þannig, ég passa alltaf upp á leikinu. Það er 1-1 og 2 eftir. Heldur þú verið peggaður í dalum? Akkur reynur ekki að reyna að hafa engi stig? Nei, ég bara Já, ok. Heldur að, finnst þið líklegt að blöðurinn verði bara í doggi í dalnum og að sé ykkur að pekka hann á fullu, bara í dalnum? Heldur að blöður sé að fara að segja já við því? Ákveð segja blöð, ákveð segja ekki bara þú. Já, bara taka þessi dæmi. Já, taktu sjálfa þessi Já, dæmi. bara okkur. Ég held gaman að ég er gaman að sjá það. Ég held bara að vera engin pekkaður í dalnum. Bara, það bara má ekki. Það er líka bara, það var bara handtekinu. Já, held ég líka. Síðast hann. Ok, þarf þú stigana, Steindi? Með Peggy? Hvað tala um? Nei, varstu bara að svara? Hvað er að gerast þetta? Varstu ekki að heyra mig tala? Já, sagður nei. Nei, að báða. Nei, ég bara. Heldur þú verið mjög lucky og fáir þetta í dalum? Þetta er svakalegt, maður. Er þetta bara svona? Egil, varst að semja þetta bara núna? Verður Nei, ekki ég byrjaði að semja þetta í gær, sko. Ég hef aldrei... Ertu búin að vera 1,5 sólar Ég byrjaði í gær að semja þetta. En samt er þetta alltaf þú Þú aldrei fekk ég Peggið og Hawk 2 í sömu keppnin, það er fyrst skipti. Herru, hvernig fór þetta? Vá, tókstu bara 30 tíma til að... Þið voru bara að svara Hawk 2? Já, það er enga leikur. Þá er 1-1. 1-1. Skoruðu lítið Já, við hefum pælið því, við hefum ekkert að sleppt þessu. Með þessi stórmeistar. Við hefum ekkert að sleppt keppni. Við ætlum að fara í auglýsingar. Svo ætlum að fá Pétur Jóhann hingað og svo verður talað dónalega hér eftir smástund líka. En auglýsingar fyrst. FM 957. Það er þér að hlusta FM 957 lög hér á FM 957 og við erum bara að spila lög í dag sem verða tekin á stóra sviðun annað kvöld. Og þetta var Unstoppable með DJ Muscleboy og já, þetta er Egil, ég hef sagt þér áður, þetta er mitt uppáhalds DJ Muscleboy lag. Thank you. Þetta lag verður tekið annað kvöld. Já, þetta verður tekið annað kvöld á stóra sviðinu en við erum komnir svolítið með, já, fólk vil meina þessi kóngurinn á eyjunni, hann er búinn að eiga þessi eyju núna í 63 ára, hann heitir Pétur Jón Sigfússon, verður velkominn. Já, góðan blessaðan dag. Allt í einu. Ætlaðir ekki að byrja á Hvað segir tangin? Og heyri ykkur að tangin? Fekk tanga með sér Tangin. Það er stappaði staður þetta. Já, það er alvöru stemming, en það er þjóðatíð. Þú komið með mér sko. Já. Tanginu. Fyrsta spurning er alltaf, hvernig ertu? Ég er góður. Já, En þið? við erum í gýr sko. Er það ekki? Jú, það er svolítið henni. Þú er alltaf stattur þetta bara með frúnni og stráknum og það er bara fjöllu ferði yfir. Já, fjölluferð og bætist í fjöllun á morgun og Já. við erum að gera þetta í annarskipti svo við komum öll familjan. Já. Hérna, vorum í þetta fyrra líka. Já. Ógeðslega gaman. Stærstu tónleikar Íslands. Í fyrra. Nei, þetta er bara stærsta tónleikahátíð Já, landsins. Þannig að hérna, þið farið í brekkunum og njótu og svona Pétur, af því að þið eru hérna. Þú ert hérna. Já. Þú verður að koma með okkur upp á svið á morgun. Það er bara hann. Já. Já, Er það ekki? þú ert að fara að koma upp á Þú sviðið. ert bara að fara að koma. Ég væri fúlleg og ég fengi ekki. Það er bara svona. En stóra spurningi sem ég hef samt. Hvað á ég að gera? Ég veit Svínamanninn, ekki. svínamanninn. Já, þú tekur svínið, þú tekur bara, Nei. hvað segir gett? Jú, Jú, og svo bara jú. dansar. Þið hafi ekki tími í það. Jú. Ég meina þið eru með prógram. Já, þú kemur bara Þið inn í eru þetta. FM 957 blöð. Sko, herru, Steinda vantar dansara í máva. Mér vantar, já, herðu, Já. mér vantar Ertu til að fara í mávabúning? Ég er reyndar með, sko, ég er ekki að tjóka. Ég er með rísa stóra mávabúning. Mér vantar einhvern sem er að tjöflast í búningnum. Já. Og svo líka bara Þetta er máru sko. Ég- Svínir. Mál er að ég og Pétur eigum alveg svona moment fyrir, sko, eins og Júlevenn er hérna hjá MC Gauta, þá að vera bara tveir saman upp á sviði, Pétur bara berja eitthvað runna, eitthvað grenitri í kattabúning
Og ég með, þetta er bara everything goes. Og þetta verður nákvæmlega þannig á morgun. Ég er hlýraból sko. Áttu marga þjóðatíðir? Við verðum Undir beltinu? Nei, sko þetta er nefnilega góð spurning. Ég byrjaði ekki að fara á þjóðatíð, sko ég var alltaf að vinna hérna á FM. Við Dotti litli, þegar við vorum að vinna hérna, þá komum við í, hvað maður að segja, aðdraganda þjóðatíðar. Það var alltaf sumardjam FM og við komum hérna stundum á kannski þriðjudegi, miðvikudegi, vorum virkudagana fram að þjóðatíð. Svo var ég oft bara farin heim. Bara svipa á Rikki G. Hann var einn á sem að fljúga heim. Hann er á leiðinni heim. Hann er að fljúga heim í góða. Hann er ekki í góða heiminn. Hann er að fljúga heim mölvað. Hvernig lendur við? Hann er auðvitað einn í flugun á leiðinni. Það er enginn að fljúga að veginu. Nei, ekki núna, föstudegi. King Richard. Hann er að gista hjólísi á Grenivík. Þetta hljómar eins og brandari en það er nákvæmlega sem hann er að gera. Það er staðan. Hann er gistað í hjólísi. Já, því að hann er alltaf hitan, það er ykkur 20 gráði þar. Já, hann var að reyna að sannfæra mig á það bara, veistu hvernig veðrið er á Grenivík? Ég alveg, svo sínda með mynd. Það er bara bóng á miða, sko. Ég var til að vera hérna frekar í 40 vindstugum heldur hann að vera núna á tjálsvæði í Grenivík. Þótt að sé gott veður og með fullri virðingur í Grenivík. Toppstaður, Magni, ég hef oft gert á mútið. Já. Ekki bara að rakka niður Grenivík. Ég er ekki að rakka niður Grenivík. Nei, ég er að segja bara eins og hætti þessu, drengir, hætti þessu. Ég er basically að segja að bara gýrið sem ég er í núna og sem Rikki var komin miklu lengra að hann fari úr partíinu yfir í bara rólegt fjölskyldu tjálsvæði er svakalegt sko. Þú varst svolítið að tala illa um Grenivík. Nú eru Steindir mjög stressað. Nei, ég er að stríða þér. Já, þú varst alls ekki ég elska það. Ekki fara á Grenivík á þínu ísleið. Sko, ef ég er einhvers stað með fólk fyrir utan Mosebæk, þá var það á Grenivík. Lamin í drastlu og ferðar. Næstur að Steindir kemur á Grenivík. 100% ykkur 2-3. Já, svona ykkur rukkar þarna, sjómannsrukkar, lemja hann alveg svo harð. Hvað það segir Grenivík en hann trúður þér? Ég elska Grenivík. Hvað verður Pétur Jóhann lengi á þjóðatíð núna í ár? Við ætlum að heima á þriðjudaginn. Það er alveg. Já, vel gert maður. Fín vakt maður. Ég er svona slím típa sko. Ef ég mæti þá hangi ég lengi. Já. Ég er nefnilega það líka sko. Og þú ert í sama gírnum allan tíma. Já. Ég verð að gefa Pétri það. Ég hef nú verið með honum í ansi mörg ár. Ef hann er búinn að ákveða hvað hann ætlar að vera lengi á einhvern stað, hann er í sama gírnum þangað til hann fer heim og svo er hann bara ónýtur í nokkra dag eftir. Ónýtur? Nei. Ekkert ónýtur. Hann verður ekki þunnur, bara eins og pabbi. Sko, en Pétur, þú ert að fara að vera... Hvað segir tangin? Hanna! Hvað segir tangin? Ég veit ekki hvort þetta sé að skila sér en fólk er að þjálfast þetta. Nei, sko. En sko, málið er að við erum með gistingu fram á mánudag og planið er að fara heim á sunnudag. Bara, við erum með þáttinn núna og eins og við gerum alltaf, svo förum við bara á ferðina. Við förum á ferðina, það er bara sem gerist. Egil er eina af okkur sem hefur alltaf farið heim á sunnudegi. Og ég get staðfest á síðustu þjóðatíð, það voru ég og Rakel komin í röðin á leiðin upp í flugvél. Það var einn á undan okkur að fara að taka næsta miða. Við snerum við í röðinu og tókum aukaða nótt. Já, og ég og bara við eigum allir bara ferð í dallinn á sunnudaginn. En eins og ég segi, ef Pétur er að fara að vera eitthvað svona svein með þá maður, ég geti vel verið að ég hangi inni. Hann er fram á þriðjudag. Ég verð aldrei fram á þriðjudag. Ég verð fram á mánudag, kannski. Sko, ef ég verð fram með þriðjudag, þá er þetta búið. Þá er þetta búið. Já, þá verð ég með svona 2 vikna þingu, sko. Sko, blöðurinn tekur... Ég ætla að tekur... hjálpa til að ganga frá í dalnum og svona. Já, við erum að sína lit. Þú reyndar værir ángríns típa nýða til að vera rölt og hjálpa þeim. Já, skal ekki stöng og eitthvað svona. Hvað var þetta? Eitthvað svona gaspara. En við ætlum að fá núna alvöru þjóðatíðalag, svo ætlum við að tala dónalega. Er eitthvað sem vilt koma að lokum hérna, Pétur? Tala dónalega? Já. Það er bara milli nafn, sko. Viltu vera með fyrir það? Það segir Stefbjörn. Stefbjörn, hvað er það vessan að standamáli? Það er bara ein leið til að tala dónalega. Hvað vessan á okkur standamáli? Sko, Egil dró mig, sko, hann er að fara að tala við mig dónalega. Nei, var þetta svona í gamla það? Hvað? Ég hafði bara þessa línu. Þetta var bara mín leið. Hvernig er línan? Sælar. Það var alveg... Ég er að fíla.
Ég tek þetta tilbaka. Var verið að taka Það var mín lín. Þetta var mitt go-to. Það eru auglýsingar á lag. Nei, það er ekki auðlýsingar, við ætlum að fá ég frá þjóðatíð og svo ætlum við að tala um það. Er það ekki með þetta tilbúið? King Zacharias var að segja auglýsingar á lag sko. Auglýsingar? Það sagði það. Ég er bara hlust á kókin sko. Reyndar sko, okkar maður Zacharias. Já, þetta er nafn. Það er nafn. Alveg nafn. Sá sem er í stúdíónu núna. Bali Steinþór eða Zacharias. Já, bara Auðun. Hann heitir Zacharias. Það er bara svo grísku guð. Og hann er í stúdíónu núna og er að sjá tónlistina og sjá þetta allt. Það er ángríns. Þetta er eins og gott nafn í Game of Thrones. Zacharias. Zacharias. Hægari útgáfan á hann. Ok, tökum Fólk verður að sjá framan í Pétur þegar það gerir þetta sko. Tökum auðlýsingar lag og svo förum við að tala tónlega. FM 957 Við erum á þjóðatíð og við erum í beinni útsendingu hérna frá Tanganum, drengirnir og herrum. Ég elska að vera þetta, við erum að hitta svo mikið skemmtilegu og flottu fólki þetta. Það var einn toppmaður að sína okkur, hann var með þetta nýjum blöð tattoo. Já, þetta er bara okkar langbesti maður sko. Við vökkum honum fyrir það. En bara það er góður andi hérna. Það er allir í geðugum gýr og drengir, ég er ekkert að grínast í ykkur. Ég veit ekki hvort að Jakob Frímann sem mætti með veðurvélina. Það er bara fínasta veður núna. Nei sko, það er bara, vindurinn er farinn. Það er stutt í sól. Það er ekki rign, það er bara, það er búið að byrta upp. Já, spáin á morgun er hún betri en hún var, þannig að ekki það. Aldrei toppstandið þetta? Ég gleymi aldrei þegar Hjöppi sagði bara okkur er að tala um veður í FM 95 blöð. Hvað var það um sex, drugs and rock'n'roll þess að þetta verið gaman. Það er skrítið að ræða veður. Já, við nennum því ekki. Við getum hlusta á bylginu að við ræðum veður. En samt talandi um veður og þá var Fannar, okkar besti maður á 66 gráðum norður, að benda á að það er pop-up búð við vöruhúsið þarna sem að Nóa festið er. Þannig ef ykkur vantar eitthvað svona líföt eða eitthvað, þá endur að tjekkja á því. Ég er grjótharður 66 með þess. Já, sjálfsögum. En við ætlum að fara núna í, tala dónalega. Þetta er liður sem við tökum þegar við erum on the road. Og ég er kvíðinn. Það var mikið beðið þetta fyrir, þáttinn í dag. Já. Nú ætlum ég bara að halla mér aftur með ískaldan bjór. Já. Þetta er það sem ég myndi drepa fyrir. Það sem Blöður að gera núna. Hann er með beer. Nú bara hallar sér aftur með headphone-in og metri frá mæknum og bara hlustar og heldur kjafti. Ég er bara að hlaka til. En þú fékkst næst skásta gigi og ég verst. Nei, þú fékkst næst skásta gigi. Þú ert bara að Egið vara vil hanga meina og þú þegja. sett með næst skásta Þú ert Ég bara að fara þarf að setja undir því að fá á mig bara Hvað var rosa erfitt að sitja og tala dónalega við sig. Hann er búinn að vera að semja þetta allan þáttinn. Já, sko eftir ég er með 11 setningar sem ætti að gera ef allt er eðlilegt steindar spólgraðan. 11. Já. Það er Og ógeðslega hann ætti að vera veldu 4. eðlilega graður. Veldu 4. Sko manalega er ég með 6-7 en þetta út af tímastressinu það er ég með 11. 11? Já. Út af vanalega setja ég 11 og svo kötta henni í 6-7 en ég kötta enga niður, allar inni. Þetta er ógeðslega mikið. They all made the cut. Já, ok, taktu bara Það bestu. er málega að reyndu að vera steindur, lofa mér hennu, Já. svo neikvæður sem lið. Já. Reyndu að verða graður. Já. Nei, ég reyni það ekki. Hann mun aldrei gera. Ég reyni bara að taka þetta, vera jákvæður í... Konseptið við þetta er það, sko. Ok, Þú myndir aldrei ná því að gera það, sko. Ok, en setjum þetta bara þannig Reyndu. að þið eru par, Steindi. Já. Þið eru nýbyrjaðar saman. Og hvað eru þið? Þið eru á hótel í Eyjum. Já, sko, við erum ekki komin í beddan. Nei, þetta er Skilurðu? föstudagur á þjóðatíð. Hvar erum við? Styttist í beddan. Hótel Vestmannaeyjar. Já, erum við í lobbyinu? Nei, auðvitað Sko, ekki. við erum Konur geta tveir. bonus upp á herbyggið. Við Nei, erum hann var að tveir. segja að þetta var ekki komið hangað. Nei, sko, við erum ekki komin í beddan, en við erum svo komin, jú, kannski, Inn á herbyggið. þetta er svona junior suite, það er svona sófi og borð og svo rúmið við hliðina á. Já. Og byrjum þar, ok, bacon boy. Bacon boy. Ok, það er alltaf Já. Ég hefði actually Elskar bacon. Já, ég hefði alveg tekið þetta. Já, ok. Já. Bent á penisin á mér. Er það ekki að svo vinnu við hann að viðbjóðurinn? Byrjaði vel. Akkur ertu búin að færa þetta inn í hitt? Bendur á titling allar daginn, er það ekki svo vinnu við hann að... Hvað er bendað marga titling í dag? 1000, 2000, 3000? Hvað? Egil, býða þess. Þetta byrjaði vel með Bacon Boy og... Já, akkur ekki bara kotið hérna Bacon boy, hoppaði upp í og bara búið. Já, það var í svona þægilegri lína. Og akkur þyrfti að vera að benda á titlinginu? Það verður bara tveir á þig Legður og 12 pinnana frá þér og rifjið þennan pinna 12 leikja ruslið. Já. Þetta hefði ekki komið til
Og nú er ég að vera heiðalur, ég er að reyna að vera jákvæður. Já. Þetta hefði ekki komið til. Alltof erfiður í þessu lið. Nei, þetta hefði ekki komið til að vera kallað töluleikja rusl. Ekki, það er ekki að, það ítir ekki að réttu takana. Já, sko. Hörru, það er tekin upp nýr þáttur á þessu hótelherbyggi, Steinþór. Titlingar og klakar. Þetta er ekkert vond. En pæli fólk, það er náttúrulega fullt af fólki núna sem er að keyra sem er edrú, ekki neitt annað. Ekki komið í sama gír og við. Og við fullt af börnum í bílnum. Það er earmuffs. Þá er það bylgjan eða ekki. Já. Það er veðrið og allt að gerast. Já. Eða miklu harðara dóttur. En þetta var rosa þáttur sem þetta hendi þarna. Já. Titlingar og klakar. Já. Það er næsta. Ok, get lofaði því, þessi mök í kvöld verði ekki ein stjarna, ógeðið. Akkur, ok. Sleppa ógjur. Þetta snýstum að tala dónalega. Já. Nei, hitt var, Ég er sammála hana. þú veist að það er. Hætt eftir ein stjarna. Nei, en þú veist. Ok, get lofaði því, þessi mök í kvöld verði ekki ein stjarna. Já, að því að, sko, þú veist að tala dónalega, þú ert að tala, þú ert að segja bara, hérna, við erum að fara að detta í gang og allt að gerast og það verður 5 stjörnu festival, skilu. Ógeðið þitt var óþarfi. Ég lofa þér, það er ógeðslega fáið sem myndi fíla að fá það á sig. Bara, herru, hvað er þetta ógeðið þitt, maður? Bara, hvað er það að kalla mig? Það er þetta ógeðslegur, maður. Akkur þetta með mér þetta? Nei, þú ert ógeðslegur, hvað er þetta helvits ógeð? Það er fráhrindandi, en hitt og gott. Hitt og gott. Ég er náttúrulega, sko, mér finnst þú búin að vera með nokkra góða. Ég skal taka- Ég vil að gefa allir það, hann er í stuði. Ef hann sleppir síðustu línunni alltaf. Ok, ég skal taka þessa gaggrinni og vinna með hana. Er slífinlagi undir það? Nei, Það er alltaf ekki. ok. Jæja, no of chit-chat, rúlaður yfir hlið svínið þitt. Aftur maður. Ok, ég er að reyna að vera jákvæður hérna. Ég ángríns. Svínið off. Ég er þessi fín. Já, segðu bara, herru, helviti þarna. Hvað sagður eiginlega? Rúlaður yfir hlið svínið þitt, sagði ég. Já, rúllaður yfir á hlið. Ok, núna Steindi verði aðeins að taka upp Eitthvað hanskam annað, þú veist, hérna. Ég er með ykkur báðum í liði. Ég verði að taka upp hanskam fyrir Egil hana. Hann er að tala tónulega við. Ef þú segir bara rúlaður á hlið, hann er ekki. Já, ég er svona að reyna að finna næsta orð. Það er ekki helviti þarna. En það má greina bara ekki segja neitt við þig. Þú vilt ekki heyra auðvitað. Nei, ég held að fólk vilja bara ekki vera að kalla svín. Af því að það er ekki máli, sko. Hvað var aðan sem á ekki að kalla það heldur? Þú hefði getað sagt frekar, sko, hvaða dýr væri. Vildur, ég skil Já, Ég er ekki grenjið í því. En hvaða dýr væri, skilur, jákvætt í þessu? Þú veist, það er bara. Antilópa. Herru, rúlaður á hliðarna tígristýrið þitt. Það ertu talandi dirty. Nei, þú vilt ekki tala tónulega. Jú, af því að þú hefði getað sleppt í að tala og En verið sko, bara. ég er með Hann er að tala. Ég er með follow up á svín, ég var ekki búinn. Ok. Þannig ég segi. Tjóðvill, þetta há tónlist sem við erum hérna. Er þetta inn á staðnum? Nei, þetta er í headphone okkar. Þetta er bara. Þetta er okkur. Sakarius er með. Sakarius, getur þú fundið Sliver-lagið úr bíómyndinni Sliver með William Baldwin og Sharon Stone og sem er Unfinished Sympathy. Af hverju þarf Líklega besta lagin í History of Mankind. Erum við ekki að vera búnir? Ef þú getur sett á fyrir setni helmingin, það verður frábært. Helmingin? Hvað ertu búin með margar? Ok. Sko, Hvað ertu búin með margar? Ok, nú komum við fyrir á chit-chatina. Jæja, nóg að chit-chat, rúlaður og hliðsvínið. Já, komið þangað. Sér gripið frammi fyrir mér. Það er bara hann langt undir. Nei, það er komið á. Þarna. Hvað, getur ekki svona rúlaður á hliðina? Það er ég að íta þér, svín. Já, það er að kalla mig aftur svín, sko. Já, ég held að vera að droppa svínum. Hann er ekki að fíla það. Ok. Er það ekki eins og vilt vera? Á hlið allan daginn? Sleppti svín hana. Já. Ég hrósaði líka því ég geri góða hluti. Ekki bara gaggrina neikvæðina því ég geri mistök. Hrósaði, ég kallaði ekki svín núna. Sæði, er það ekki eins og vilt vera? Á hlið allan daginn? Sleppti svín. Óskar, Sakarius, hann er aðeins að lækka lagið þetta, svo ég heilist rákvörnum. King Sakarius. Já, en býtu, þú sagði þú værið með 11 eða eitthvað. Já, við erum á númer 8 núna. Já, síðustu 3 er búin að vera alveg eins. Ok. Þetta er allt bara hlið og svín. Já, ok, ég menn ég núna. Já, gott með eitthvað fest. Skrýttu að mér, allsber á gólfinu með þetta helvítis yfirvaraskegg. Ógeð. Þetta er svo nálega stundum. Þú varst að góðu. Nei, hann var langt frá það. Hann sagði helvítið og ógeðið og allt þetta. Nei, ógeðið þetta sleppi. Já, það er líka, sko. Jó, ok, helvítis yfirvarskeggi hefði sloppið, sko. Ég er þetta ekki með yfirvarskeggi í dag. En sko,
Þú veist að ég er ekki þú veist að ruglast að mér á blöð Nei, ekki hann sem var að skríða Já, hann skreiðir endar sko. Hvað hvort þetta er að mig henni? Nei, ég er að segja, ég hef aldrei verið að skríða eitthvað Ekki heldur sko Jú, Nei þið voruð hótelherbygginu, varstu? Ég lappaði í svefni einu sinni Var ég þá bara að skríða eftir honum með það Hvað varstu? Hvað ert að drekka? Nei, hvað varst að gera? Hvað var ég að gera? Ég var að lappa í svefni Nei, ég meina, þú varst alltaf ekki bara að lappa í svefni Þú varst líka eitthvað Það var á titlingnum Varst á titlingnum og Það svaf ekki underwear Nei, hann fyrir mig síðustu Nei, hvað átt þetta? Það er 3 eftir 3 eftir? Ég er komin á 4 stendi, svita skemmtunni og það strax Þessi er góð Þessi er góð Svita skemmtunni, það er ógiði Nei, nú varst að bæta við Ég tek það baka Af hverju varst að bæta þessu við? Ég tek það baka, ég sagði ekki ógiði Já, svita skeindum er Svita skemmtunni Já, þetta er bara Það er svo fín Það er mín Pekkaði með piggy Já, aftur með svínið sko Nú varstu bara búin að setja á ennsku En maður veit samt alveg hvað þýðir Heggaði með piggi rosalega líka Já, PP En sko Þú segir með aðra Pekkaði með piggy En það sem með 3 upprunumörkin og þess ákunnar sama setning í rauninni þann sko Sama? Já, Það var alveg sama Það var setning með aðra Já, en nú var, ég var þess ákunnari Það voru fleiri uppröfumerki Já, þannig nú er ég búinn Já, glæsilegt Varstu græður, já eða nei? Ég sko Mér finnst þú ekki bara ná þessu Ég ætla bara að reynskilin Þú veist, þetta er bara, þetta er ekki Ég veit á að reyna að vera til að koma einhverjum til En ég ætla að vera hinum minn og segja bara Egil, þú er oft verið verri Er það ekki? Mér Sko, finnst það hrós og eiga blöð. fullt- Já. Finnst þér ekki að þetta sleppa öllu svínadóti og piggi og svín og ókið og öllu þessu Já, það var stundu sem bara Ókið og helvítið og svín og svona sleppa því Það sagði ekkert helvitið Nei, En svona ég sleppti mjög oft Mér ást hann vera með svona Ég hugsa þetta meira bara Það voru nokkri góðu jókar þarna sko. Hann var stundum að detta á mómentið Já. Hann klúðraði með einu Í sammála því í lokin Já Já, En ein En stjarna ertu græður núna stendi? Akkur núna? alls ekki Ok Bara 0 Failure. Bara aldrei verið minna Hvað er Graður. þetta bara 0 upp í 10 núna? Þetta er bara alveg 0 Bara 0 Shit, þá er ég lélugur í þessu liðum En þú Egil, hvað er þú núna? Ég er 10 held ég Fáum eitthvað gott Skiptir lag. eitthvað máli, hvernig við spila það? Nei, þetta er orðið skrítið Topp tónlistarstöðin Þetta er FM Það er 957 nokkuð ljóst að þetta lag verður tekið í dalnum á morgun eins og öll hinn lögin sem við erum að spila hér í þessum þætti í dag Sjóið á morgun, drengir Af því að hérna Við þurfum að gefa alvöru manni hrós núna. Hann heitir Já. Samúl Bjarki og er eitt besti leikstjóri landsins ef ekki sá besti. Samuel. og, Samuel. sko, og málið er að við erum að tala um mann sem er sko nýkom frá Cannes og hann fór og græjaði blöðprogrammi með okkur. Við hefðum verið í ræsinu án hans og Hann tók bara sko fyrir, já það voru 9.000 manns í höllum. Já. Hann var með sjóðu það líka. Sjóðu okkur á morgun, verður það besta sem hefur verið séð. Já, við er búin að leggja, mér langar að segja við en hann er búin að leggja metna í það hann, þetta verður alveg geggja, það er bara hann Sturla, ég lofa ykkur þessu. Drengir, það er komið að augljósum staðrendum Já. Wow. og Fylgur dasgrun sem þætti þetta. Já, þetta er dagskrá og ég ætla bara að tjekka á mínum besta manni í stúdíu. Ertu með Mr. Selfridge Bettan hann? Zacharias. Er ekki Zacharias? svolítið langt sem þú varst með augljósa staðinn? Ég held að sko Herðu, það er komið. það er komið undir. Sko augljósa staðrendir hafa ekki verið bara í góðum tíma. Það er bara hannig. Það eru búin að vera í góðri pásu. Já. Og ég er með svona augljósar eiga staðrendir. Það er konsept að þegar við náttúrulega erum í eigum. Já. Það er þjóðatíð. Er þetta þjóðatíða þema? Soltið. Ok. Þannig að ef við ekki bara byrja sko, yfirleitt er ég með sko 4 augljósa staðrendir og 1 augljósa spurningu. Já. En núna er ég í rauninni með sko, maður sé að 1, 2, 3, 4, 5 augljósar spurningar. Já, ok. Þannig að, eru þið klárir? Já. Rétt. Þá kemur fyrsta hérna. Hver er munurinn á Blöð, ertu að horfa á mig? Þú verður að horfa á mig. Ég er að horfa. Af því að þú verður að horfa alveg á mig af því að þetta er sko, þetta tengist aðeins hérna, sýnist mér fyrst að tengist þér og þínum sko. Þannig að ég spyrði aftur. Blöð, Já. og ég hlúta þarna líka. Ég Það er er þetta bara... rugglaður, haldt áfram. Já, hver er munurinn á fljótandi, illa lyktandi partybaldri vafinn klósettpappír á kömrunum í dalnum og pappaðinum? Og íbarast. Það vona sig ekki að hlusta, sko. Nei, þú veist ég er að segja hver er munurinn.
Það er bara allt Eins og? Eins og Já, við þurfum að þú þarf að hitta á svarið Ég er að muna núna, ég var búin að setja vító á hana lið Já, þetta er ástæðan fyrir að hættur þessu sko. Bara Nei. að þessi partybaldur er ekki með augu Nei, það er ekki það Hann er ekki með nef Nei Nei, hann er ekki, hvað er svarið? Illa lyktandi partybaldurinn spilar ekki bridge eins og pappiðinn Já Já Ha? Það er pappiðinn spila bridge Akkur er út að fatta þetta blöð sko. Það er alveg sama hvað ég segi, hann breytir alltaf svarinu Já, höldum áfram Hver er munurinn á titling og pappaðinn? Það er óinu góður í dag Það er heldur góður í dag Það er heldur góður Já, þetta er up your alley Já, ég gaf hann að Það er bara Það er margt alltaf bara Þetta er Pappiðinn er alltaf ekki bara Ég veit það ekki Nei, viltu heyra það bara? Já Tilbúin Já Pappiðinn spila bridge Já, ok, herðu, varst að semja þetta bara núna þegar að lappa inn eða? Blöð átt að lesa þetta Þetta er ekkert auðvitað lélegt Þú ættir að lesa þetta Þetta er hræðilegt Nei, akkuru Ok Þetta er bara hérna Hann spila bridge Steindi, þú ert betur en þetta Já, ok Tilbúin í þriðju Þriðja augljósa spurning dagsins Hún ljómar svona Hver er munurinn á píku og pappaðinn? Ok, má ég taka svarið núna? Já Jú, maður Píka Spilar ekki bridge Píkan spilar ekki Olsen Það spilar hún bridge Varst að vinna með bridge fram að Það eru tvær eftir Við erum hann í Olsen líka Það er ekki verið svona fimmir Það má alveg segja tipp og píka hérna Já, herðu Þetta er, ég lofa ykkur í að það er ekki að svakalasta sem við hefum komið fram í svo þetta Heldur það að sé að það sem er að bögga mig? Hvað þá? Þetta er bara ok Ok, næsta Ég hefði haldið að vera með þetta annað Ég held að þetta væri bridge sko Það var ekki Olsen fyrir Hver er munurinn á Lunda og fadir þínum? Auðun, þetta er ekki til þín Ég segi að Lundin spila ekki bridge eða Olsen eða Veiðimann jafnvel Já Pappiðin er ekki með vangi Akkurat Það er erfitt að lesa Þú fór í vangi Nei, býta einn eftir Sorry, ok, hver er munurinn á geimveru og pappaðin? Herru, já Nei, þú er að svara Geimverðar spilar ekki bridge Ég verða mig Já, er það þannig? Já Hvað er svarið sann? Pappiðin byrjar ekki alltaf strax að fikta svona í rassinum á fólki Herru, Zakari sem er setja á auglýsingar og lag Hvað sér þetta lélega þetta? Topp tónlistarstöðin FM 957 Harriett, ég fer á þjóðatíð og ég ætla að vona að sé sem flestir á leiðin á þjóðatíð því að, herru, sko, veðrið núna, drengir Nei, við vorum búin að tala um að hætta að tala um veðrið en það er bara fínt Við tölum ekkert um það Nei, það er ekkert bara að þessu þú. Það er allt upp á tíu Já, þetta er bara, það skiptir einhver máli Ertu ekki að fara á fyllir í það? Hvað ertu að pæla ykkur veðri? Herru, hérna, en það er gott allavega, það er bara gott sko Herru, hérna, ég leit út það er bara fínt Herru, ég ætla að fara með ykkur drengir í topp 10 hlutir til þess að mastera eiguna Já, þetta Af er því svona að- Já, nú eru hérna Já, 2 light, takk 2 light nú er sem sagt sko, hvað er að estimata þetta drengir 20.000 manns helgina ekki slaus Ég veit það ekki Ég veit ekki eins og hvernig það er Gefum okkur þessu 20.000 manns Já, topp 10 Fókusið á mig strákar Já Segjum að séu svona 20.000 manns hérna helgina Já. Þannig að það þýðir að við þurfum Hvað er í gangi? Ekkert Ekki nei Það var bara gauðir hérna Það skiptir ekki máli Halda áfram Bara Við fáum fanlöfin á tangunum en ekkert svo að spá í Þetta var skrítið penlöf Og gott með það Ok Herru Já. Allavega, ég er með topp 10 hluti til að mastera eiguna Ok, gott með það Og ég ætla að renna yfir þessar hluti og aðtöða bara hvort að þið varu sammála og þetta er í rauninni til þess að bara miðla reynslu þú veist, bara Ég myndi að halda að sé ekkert margir á þessari eyju með sömu reynslu og við hérna núna. Nei, og ég minna það er 20.000 hvað er margir það? Ég veit það ekki, er það 20.000 manns? Kringu það Já, Eitthvað svoleiðis. Já, það er heldur mig, þú veist, það er bara ákveðin prósent af landinu þannig að það eru margir sem eru að býða spenntir að fá að heyra bara þessi tricks Ok. Númer 1, bleia í brekkunni Sem út með í læginu
Já, að vera með bleiu í brekkunni og Ég get ekki verið sammálaður þetta samt. Nú ætlum ég bara að reynskilja. Nei, því að það væri að þú búin að mastera eiguna og þú situr núna á tónleikum í dalnum þá ertu bara, hvernig akkur er ósamlega því? Sko, blotnar ekki bossanum og það er úrslega leiðilegt að blotta bossanum og svo þarf ekki að vera míga, þú er alltaf mígu bara í þig. Ég er ekki að segja að vera skít í blegin af því að þá kemur bara skítafíl að þér. Ég er að tala bara, ok. Bara pissar í blegin. Rakel kemur á morgun. Já. Og ef hún sæi mig ég vera að klæða mig í blegi og leiði í dalinn, þá myndi ég freka heldur bara sleppa því að fara í dalinn. Nú ætlum ég að reyna. Ok, það er að lauma þér hérna, ekki sína fólki sem þetta fari í. Þetta er að lauma sér í bleginu, sko. Já, og hvað áttu að nota hann oft? Ég meina, það eru auðvitað til bleiur sem getur tekið alveg 2-3 góð sko í allavega áður að fara að leka. Er þetta ekki orðið heldur gott í dag? Ok, ég vona að sé betri ráðni. Ég tek kamarinn. Það er kannski bara ég. Ok, en þetta er líka fyrir allar hörðustu. Þessi næsta, hún er, ég ætla að býða með hana. Þetta er þingu tips og þetta er eiginlega mikilvægasta tipsi. Partí í hvítu tjaldi. Það er að mínum að þú ert að mæta á þjóðatípar í fyrsta skipti. Þú verður að banka upp á hvítt tjald, tjekka hvort þú megi kíkja í heimsókn og join eitthvað partí. Þarft að fá leyfi. Já, þú veist, þetta eru eigamenn sem eiga tjöldin. Bankar upp á, tjekka bara, herru, má ég joina partí og það er eitthvað sem verður ógleymanlegt. Já, sammála því. Þarna ertu með gott tips. Er það ekki? Jó, ef þú ert kurteis og nærðu að koma inn í hvítt tjald og verið í stemmingu, það er ekkert sem toppa. Partí í hvíta. Svo er það hérna En það er allt annað að vera með partí með hvíta. Já, það er, þá ertu í öðrum pakka. Við erum að tala um í hvítutjaldi. Kaupa útlandavindla með filter. Nei, ég get ekki verið með það. Þannig að basically þú ferði í næsta bara tvistin eða eitthvað á þessum sjoppum, kaupið vindla, smávindla með filter og ert með útlandavindil á einhverju velvöldnu mómenti. Get ekki verið sammála þar, ok? Næsta, að vera með lausafé til þess að borga bílstjóra. Okay. Þannig að þetta er tips að þegar segjum og sért bara með eitthvað 5.000 skall í vasanum með eitthvað, þú ert að koma úr dalnum, þá er hægt að vera bara blessaður, myndur hann að henda mér heim og EF er svo næs að það gerir það hendur þið bara heim en þá er líka mjög kurteis að segja hei, takk fyrir farið maður og peningur. Gefur þennan. Er það ekki? Þessi fín. Það eru góðir mólar hjá þér. Já, það eru nokkur áttan góðir. Að fá sér síðan í Herjólfi. Já, við tókum það er svo, þannig startaru helginni og ég held að síðir væru tauðir. Nei, síður eru að koma aftur inn. Síður eru með kompa. Þannig að síður það eru mjög sterkir inn. Það eru margir að hlusta núna sem eru að fara í Herjólf á morgun. Takk eitt síðan. Já, og bara ferði í sjoppuna eitt síður og þú bara finnur bara ok, ég er að fara á þjóðatíma. Þú veist, ég finn þetta dettin. Ok, þú ert að hitna. Ég er að hitna græja Gatorade og game upp á herbyggi. Þú verður að eiga Gatorade upp á herbyggi. Þegar þú vaknar Ég er að skýta með það. Ég þarf að græja þetta. Það er svo komin sigurlaus Gatorade. En það er hægt að fara bara til bónus og krónuna eða nýkaup og allt sem er hérna og kaupa. Þannig að hann lokar ekki strax. Þannig að sjoppur og svona vaknar út með Gatorade kláran og helst happy hydrate sko. Þannig að hérna þú verður með bæði. Gott trikk. Það ekki? Þetta í það með eldra fólki og þá er ég að tala um fólk sem er komið yfir 70. Já, það er hvítutjaldið. Allavega. Svona, 60 plus. Já, þannig að þú getur actually verið bara, þú ert bara að tala við fólk sem er búið að lifa og búið að sjá þetta, þú ert komin í stró, í heitt kaffi og þú ert bara, fattar þú? Ég verð að gefa það Steinn. Þú ert með góð ráðum. Þetta er það sem ég bara gerði sem úrling, ég var bara, fyrsta þjóðtíð mín, ég var bara með vinni mínu sem var bara 80 ára gammalt fólk í hvítu tjaldi að tíðast. Ef þú kemst í hvítt tjald með alvöru eigafólki sem er að gefa þér stró í kakó, þá ertu á góðum stað. Og farið við stöðuna með þeim. Litla sviðið. Þú verður einhver tíman á einhverju tímapunkti á einhverju þjóðatíð að klára það. Þannig að basically þú þarft að heyra hljómsveitina segja takk fyrir okkur. Þá er klukkan orðin 6. 6, eitthvað svo leiðis. Takk fyrir okkur, þú horfir á hljómsveitina í augun á söngvarunum og segir takk fyrir mig og lappar inn í matatjaldið nærðir í burgeri eða lunda og fer svo heim. Klára dalinn. Við skoðum. Það er vel gert. Þú ert snillingur í því. Þú hefur gert þetta nokkuð. Ég hef bara gert þetta tvisar í fyrra. Er Steindi harðastur á okkur? Já, harðastur ég að vera lengi. Já, við gefum þér það. En svo er eitt annar núna, drengir. Þetta er síðasti mólin, þetta er 10. Og þetta er mikilvæg móli og ég veit að fólk mun dyrka mig bara að eilífu fyrir en að móla. Hvað er með það? Að þú vaknar og ert að díla við alvöru þingu.
Núna bara eins Margir og er að lendi því núna á þjóðhátíð. Já, sko, fólk verður mistönd. Eins og okkar maður Sverrir Bergmann, hann er að díla við þannig þingur að hann gæti ekki verið þetta með okkur í dag. Hann Af því tók að- ekki sénsinn. Hann tók ekki sénsinn. Hann ætlar að vera þunnur á sunnudaginn af því að hann er með að gefa á morgun. Þannig að ef þú vil vakna þannig, þá ferðu út á næsta stað, prófastinn eða einhvern stað sem selur kjötsúpu. Panta 2 staup, það með að vera hvernig sem er, að því að bragðið fer og hellir honi. Bara 2 í... Setja jager í- Já, bara jager og tequila eða eitthvað. Bara mixa þessu, eins og þú vilt. Það skiptir engum máli hvað pantar í rauninni, að því að svo bara hellir svona súpuna, hrærir í henni, borðar kjötsúpuna, finnur ekki neitt bragð af neinu nema kjötsúpunni og verður eins og nýr. En það eru margir sem er að hlusta núna sem eru það þunnir, þeir get ekki tekið súpu bara. Nei, Ég er ekki jú, viss sem ég get tekið kjötsúpa. kjötsúpu. Þú getur alltaf tekið kjötsúpu. Já, þú getur alltaf tekið kjötsúpu. Herðu, ég verð að gefa það, þetta var bara heldur góð ráð. Nei, ekki, af því að ég ákvað að taka svo alvarlega. Þetta var ekkert grín, sko. Það er hins vegar komið að lægi sem að, því að sumar er nú að klárast, er þetta ekki svolítið eftir þjóðhátíð, þá styttist í haustið. Já, þá kemur bara reality, hits you. Egil, til í smá Summer Body. Já, takk. Þetta verður á sviðinu annarkvöld. Þetta er FM. FM 957 Summer Body, þetta lag verður tekið á stóra sviðinu annarkvöld Það er eins nokkuð og ljóst. öll lögin sem við erum búin að spila í þessum þætti í dag, en nú ætlum við að hætta einblína á annarkvöld því að við erum komin með snilling hinga til okkar sem heitir Eyþór Völer og er að spila í kvöld. Verður velkomin. Thank you very much. Fellow mósellingur. Já, Rótali móslingur. Já. og húpa búpa maður. Já. Tyggjá strákur. Tyggja og strákur, fyrsta spurningur alltaf, hvernig ertu? Já, bara geggjar. Ég var að heyra toppmaður. hérna Gilsson tala dónalega við Steinda og við kynni það kveikti hans í mér. Já, það ekki. Það Þú kveikti varst hans í ánægður mér. með þetta? Já, ég kveikti hans í mér. Það er bara Þetta svoleiðis. virkaði ekki á Stóni nefnilega, sko. Já, sko, ef þú En myndir... virka á Eyþór? Það virkaði á mig. Leið þú myndir sleppa öllu svínatali þá, og einhverju svona ógiði. Ég var ekki mikið í sínunum. Nei, það var einn. En, jú, ok, ég teka tilbaka, þetta var... Þetta var ok. Þetta var svona 15, komst með til 15%. Ok, takk. En hvað hérna, húpa búpa, hafið þið verið oft á þjóðhátíð? Er þetta fyrsta? Vorum í fyrra, náðum að tróða okkur inn. Já. Gáum hérna bara fyrsta lægi okkur raunlega fyrir ári síðan. Þannig að við allan höfum verið tvisar núna Já. og erum að fara að spila í kvöld. Fyrsta lagi, er hljómsveitin bara eins ás? Já, við erum bara eins ás. Já, mér líður eins og hljómsveitin sem búin að vera miklu lengur. Mér líður eins og ég sé búin að vera í þessu 15 ár, sko. Já, einmitt. Þeir eru búin að vera helviti aktífir þetta eina ár. Já, við erum búin að vera alltaf duglegir, sko, Já. kannski aðeins og duglegir. Nei, alls ekki. En hérna... Aldrei of duglegur. Nei, annarkvöð. Nei, Það er svona... það er bara þannig. Já, það er bara að kera á þetta og festa sig meðan, hérna, og hamra játni með það heitt. Það er ekki mottóið. Já, en hvað hérna, alvöru sjó í kvöld? Já, alveg sjóðu kvöld. Hvernig var þið á svið? 1:30. Já, Hálftvö? Já. það er, það sem er sko, fólk verður alltaf átt sig því að það er helviti snemt fyrir dalinn, sko. Það er prime time á föstu. Já, 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 við vorum með 4 eða 5 í fyrra, sko. Maður var komin heim bara klón 7. já, já. Þannig að þetta er allavega skára í hálftvö ár, gott, sko. Já. Ég ætlaði líka bara að þakka ykkur fyrir nýja lagið. Já, þakka þér. Já, takk fyrir það. Það er bara, maður fyrir á hnén og kemur tár niður til kynarna, ef maður heyri það. Thank you. Já. Thank you, sir. Já, en hvernig, en sko það er að koma ný plata frá ykkur? Já, það kom plata í hérna seinustu viku Já. Já, og vorum að gera sem sagt 5 ný lög. Já. Og þetta er bara svona danspop, stemming eins og hérna við erum vanir að gera. Hvernig stemningsband. virkar það eins og með okkar besta Kristall sem er úti? Eru þið að senda bara á milli? Já, þetta er rosalega mikið bara, við erum líka við bara að spjalla saman, bara tímana saman á hverju degi, sko. Já. En þið eru basically að sína fram á það að það er hægt að gera plötu þó þessi í sikkur í landinu. Já, hann er bara með mikrofón heima og svo kemur hann heim hérna stundum og tekur upp Já. eitthvað efni og svona. Þannig að það er mikið flói á milli, en hann er að vísu í atvinnumennsku í Danmörku, sko. Já, Þannig að- ég hef samt hugsað þetta, hérna, að þið eru með hljómsveit sem er bara orðin helviti stór, húpa búpa. Þið eru báðir fótboltamenn. Sko, hann er atvinnumæður í fótbolta og býr erlendis. Er það ekkert erfitt að vera með hljómsveit? En á móti hlýtur að hafa, þú veist, Nei, ég spyrir hann ekki þig. Nei, ég er að segja Svaraðu þessu. Nei, enginn en það hefur verið atvinnumæður. Nei. Ég er að segja, ég held að þú hafi bara hellingstíma sem atvinnumæður í fótbolta. Þú sér eins og Gumma Tóta, þú veist, og hann er alltaf að glamra á gítarinn. Það er saman með Kristall, skilur, hann fer bara á æfingu á mótnana og svo er bara Nægur tími. Já, nægur tími og hausinn á milljón þegar hann kemur heim. Já.
Þannig að þú veist Hvað æfir atvinnumæður lengi? Menna, þú getur ekki æft 10 tíma, þá myndir þau bara dreipa þig. Fara á æfingu sem allir mótna fara í þetta. Já, allir mótna heim. Já. Þú ert líka að þekkja það. Þú verður með þessum gaurum úti í atvinnumæður okkar. Já, þetta er ekki langur tími. Menn hafa nægan tíma. Já, menn hafa nefnilega heldur góðan tíma. Þetta er sniðu, sko. Þess vegna er kannski ástæðan fyrir því að fótboltamenn eru mikið í að gera tónlist. Þú getur hent bara stúdíu upp hvað sem er náttúrulega í dag. Já. Þú veist, þú þarft ekki að fara eins og í gamla daga var það og þurfti voru bara 2-3 stúdíu. Svo var hinn spurningi mín, af því að nú ert þú leikmaður sjálfur hjá Fylki og Fylkir er ekki á rönnuna sem átt að vera á. Nei. Nú ertu bara hinskilnið. Að færð þú skít fyrir að þú sért bara þú ert mikið á samfélagsmiðlum að ég sá bara eins og með íslenska landsliði, kvennalandsliði, þá var að tala bara verið minn á TikTok og meira að æfa. Ert þú að fá skít fyrir það og sért í tónlist og TikTok? Ég er svona kannski auðvelda skotmarki þegar það gengur illa. Er það ekki? Jó, ég myndi segja það. En maður horfir svo sem bara framhjá því og það er náttúrulega eins og vinir ykkar í þungavíktinni og svona eins og öðrum podcastum sem lætur mann heyra það, sko. En sem er bara aftur af þessu, sko. En þú getur alveg bara Rúni Júl er ágætið stæmið, þú getur bæði í tónlist og í fótbolta á Íslandi. Ég meina, þú ert ekkert á TikTok með þú ert á æfingu, þú er bara TikTok þegar þú ert komin heim. Já, það er nóga tími í þessu, eins og með atvinnumennina, skilur. Það er bara, það er æfing kl. 4 eitthvað, annars er laus tími. En þá er ég með spurningu sem er stór. Eyþór Völler í Húpa Búpa. Þú yrðir að velja núna bara eins og Rod Stewart að velja. Tónlist eða fótbolti, hvort myndir þú velja? Þetta er bara eins og gera milli bannana, sko. Þetta er alveg leiðilegt svar, sko. En maður, þú veist, á þessum tímapunkti get ég ekki, ég væri búinn að velja ef ég gæti það, sko. Skilur við. En þetta virkar vel saman, myndi ég segja. Sjáum þess að gauðra Logi líka. Luigi sem er út í Tyrklandi núna, hann er að ná að gera tónlist bara á milli og svona. Þannig að þú ert basically með sama passion fyrir báðum verkefnum. Já, ég myndi segja það. Og hvað er þið með langt sett í kvöld? Byrjið 1:30? Já, byrjum 1:30, erum með 25 mínútur og erum að fara, mætum einhverja bolta og einhverja reykvélar og einhverja klikkun. Kveiki í dalnum? Já, kveiki hans í dalnum. Við fíla það. Við félagarnir verðum í brekkunni, það er nokkuð ljóst. Já, ekki. Við tökum alltaf til 3, við erum bara með reglu á þjóðhátíð. Við tökum þristinn á föstudegi og svo erum við fínir á morgun. Og til að vera heiðarlegir þá tölum við 3 en ofta er það eitthvað lengur. Það hefur dreigist, það er ekki gýra morgun. Það er bara svoleiðis. En Eyþór, sannur heiður að fá þig og við erum með þess að bara kveðja þetta núna, drengir. Já, það er bara komið að lokum. Fyrsti þáttur eftir frí, nú er bara klárum við þjóðhátíð og svo er þetta bara raunveruleikin tekur við. Já, það er svolítið þannig, við hvetjum alla til þess að henda sér yfir á eiguna ef þeir geta. Já, let's go. Annars verðum við konum með blökkastið á þriðjudaginn og svo verðum við mættir í stúdíu okkar gamla góða á föstudaginn eftir viku. En komnir úr sumarfríi í alvöru gír og við lofum sturlaðasta sjói allra tíma, annað kvöld 23:15. En eins og við sögðum að þá er Húpa Búpa 1:30 í kvöld á föstudaginn, þannig að fyllum dalinn. Og Ég ætla bara að minna líka á, sorry, Dr. Recommended og Eva May eru hérna með sjó núna eftir kl. 6 með þjóðhátíðar special. Það kom ykkur í gýrin. Það er alvöru gýr, það tekur við. Prógramið byrjað maður. Herðu, þjóðhátíð byrjuð, endum á, þessu hérna lagi. Takk fyrir okkur. Þetta er FM 957